Góðan daginn og hjartanlega velkomin á þessa málstofu, ferðamálastofu og félagsfjallaleiðsögumanna á Íslandi. Bæði þið sem hér í salnum sitjið og einnig þau sem að fylgjast með í streymi. Snorri Valsson heiti ég og fundarstjóri hér í dag. Ég starfa á ferðamálastofu og sinni meðal annars öryggismálum. Eins og við vitum þá náttúra Íslands helsta aðdráttarafli þegar kemur að ferðaþjónustu á Íslandi og við vitum líka að íslensk náttúra getur verið krefjandi hvort sem að fólk á eigin vegum eða í skipulagðri afþreyingu á fjöllum uppi og því höfum við kallað til þessarar málstofu því að öryggi ferðamanna okkur mjög mikilvægt og svona tökum við þetta saman í lokin og reynum að horfa svolítið til framtíðar. En við höfum sem sagt kallað til hér sérfræðinga og reynslubolta með mismunandi sjónarhorn á þetta málefni og fyrstur stígur í pontu Garðar Hrafn frá Félagi fjallaleiðsögumanna. Gjörðu svo vel. Já. Herri, góðan daginn. Garðar Hrafn heiti ég og ég sem sagt varaformaður Félags fjallaleiðsögumanna. Ég einn af stofnfélögum ásamt því. Ég vinn sem sagt sem fjallaleiðsögumaður allt árið kring. Nú bý ég á Norðurlandi og nálægt minni starfsstöð þar sem ég eyði hálfu árinu á skíðum á Tröllaskaga. En svona restina af árinu þá ferðast ég landið og leiðsegi á fjöll allt land, Vestfirði og Suðurlandi og náttúrulega mikið í Vatnavíkurstjóðgarði og þess háttar. En mér langaði að segja ykkur aðeins frá Félagi fjallaleiðsögumanna. En Félag fjallaleiðsögumanna var stofnað fyrir 10 árum. Við vorum á 10 ára afmælisárinu okkar í fyrra, 2022. En félagið var stofnað 2012 og þá héldum við lítinn fund í Klifurhúsinu í Ármúla og það mættu heilir 30 manns á fundin. En við sátum fyrir okkur og fundum fyrir því að þurftum að stofna fagfélag fyrir fjallaleiðsögumenn. Það var engin menntun til staðar í þessum stæðum. Ég byrjaði að starfa við fjallaleiðsögnum kringum 2005 þegar við byrjum að labba á Sólheimajökul og halda áfram í þá átt. Og það var svona smá, okkur fannst vantar sem sagt menntun. En okkur fannst vera svona tilgangur eftirfarandi og á okkar helsta markmið félagsins árið 2012 var þess að verja almannahag og öryggi í fjallaleiðsögn og tengdum greinum á Íslandi. Að halda upp í menntun og starfsréttindum fyrir kerfi fyrir fjallaleiðsögn og tengdum greinum, að verja hagsmuni þeirra sem starfa við fjallaleiðsögn og tengdum greinum á Íslandi, ásamt því að stuðla að öryggi og ferðamennsku, að vekja vitund almennings félagið og mikilvægu fagmennsku í leiðsögn. Við sem sagt og á Íslandi og okkur fannst og
þegar ég byrjaði að vinna við fjallaleiðsögn og sérstaklega frá afa mínum og honum fannst svona fjallaleiðsögn vera svona frekar skrítið starf og skildi ekkert í því að okkur ég ætlaði ekki að halda áfram að vera pípari þannig að það starf sem við þurfum að gera fyrir landið og byggja hús og skildi ekkert í að okkur vildi borga mér að fara upp á okkur fjöll eða ofan í einhverja hella eða sigla niður einhverja ár. En fjallaleiðsögn miklu eldri á Íslandi heldur en að við gerum okkur grein fyrir vegna þess að akkurat árið 2012 voru 100 ár síðan hann Koch kom til Íslands, J.P. Koch og réðan Vigfús í vinnutíð síðan sem hann ætlaði þvera Vatnajökul, þvera Grænlandsjökul, þar sem hann var breiðastur. Þannig að þeir lögðu á jökulinn, þar sem hann var breiðastur frá Danmerkurhöfn á austurströndinni og til Uppörnuvíkur á vesturströndinni og þetta tók 2 ár fyrir kallana. En þeir völdu Vigfús vegna þess að Koch gat ekki hugsað sér annað en að vera með Íslanding til að stjórna íslenskum hestum og þeir voru búin að sjá það að nota hundarsleða virkaði ekki alveg þannig að þeir ákveða að nota íslenska hestin eins og þá getur við fært allan búnaðinn að jökulrönd og svo ferðast yfir jökulinn og svo skemmtilega til að þeir gátu líka neytt hestana á leiðinni þegar þeir héldu áfram þannig að þetta var svona margvíst. En Vigfús var sem sagt bara póstburðarmaður úr Skagafirði og var vanur því að ferðast snæfið þakkt Norðurlandið en hann var líka lærður húsasmiður og náttúrulega bara bóndi þannig að hann hafði allt sem að svona leiðsögumaður þarf að hafa. Hann þarf að kunna redda sér og laga hluti og svo var hann náttúrulega vinalegur og hugsaði vel samferðamenn sína. Þannig að Vigfús svona eiginlega okkar fyrsti íslenski fjallaleiðsögumaður. Og svo héldu áfram og nokkrir komu til Íslands þess að nokkrir hræður og öllum Íslendingum fannst það mjög góð hugmynd að fara náttúrulega gullhringinn en þá tók gullhringurinn 5 daga og það var náttúrulega bara venjulegt að klifra Heklu á leiðinni og það var allir dregnir þangað upp á leiðinni. Þannig að íslensk svona fjallamennska og ferðaþjónusta í fjallamennsku hefur alltaf verið til staðar en kannski okkar helstu vandamála að það hafa ekkert margir komið í heimsókn til okkar fyrir núna síðustu 20 árin. Þannig að það heldur áfram ferðaþjónustan og fólk náttúrulega hefur afdrætti af landinu okkar sem heitir náttúrulega Ísland og segir sér sjálft að þá þurfum við að fara og skoða jökla. En sem sagt 2012 stofnuðum við þetta félag og það náttúrulega byggt á því að meira fólk sé að koma til Íslands og þessi nokkru Íslendingar sem hafa stundað fjallamennsku voru náttúrulega allir dregnir inn í leiðsögn þannig allir sem hefðu ykkur að visku hvernig á að setja á sig brodda eða þess háttar. Þannig að viskan kom frá mörgum stöðum. Tilbúin? Var þetta kökurnar? Eru kökurnar tilbúinar? Þannig að fleiri ferðamenn fóru að koma og eins og við gerum á Íslandi þá byrjum við náttúrulega að smala öllum og redda öllu þessu fólki sem þurfti að koma á jökul. Og við erum náttúrulega svo mikil gestgjafar á Íslandi að við bara þú kemur bara, þú labba á gönguskó, þú kemur með okkur og þannig að það var svona misjafn reynsla sem að fór fram við jökulinn og þeir sem höfðu kannski svona meiri þjálfun og meiri menntun fóru svona að hafa áhyggjur af nýliðunum sem voru að koma inn og þetta náttúrulega kostaði náttúrulega smá orðaskipti og smá fuss auðvitað við jökulinn en svo ákveðum við að koma saman, nokkur leiðsögumenn, búin að kynna okkur menntun annar staðar, hvernig í erlendis gert. Þar eru félög fjallaleiðsögumanna sem eru flest svona undirfélög alþjóðlega fjallaleiðsögumannsins og ákveðum að stofna okkar eigið félag fjallaleiðsögumanna sem átti að sjá þjálfun, byggja upp þjálfun og halda upp í menntun og reyna að vera eins sjálfstæð og við gætum. Við vorum alltaf mjög stressið við því að einhver annar myndi halda áfram og gera frá sömu vitleysu hugmyndina og við og reyna að ýta þessu í þá áttina. En á þeim tíma voru 2 stór fyrirtæki sem voru með sína eigin innanhúsþjálfun og það var alltaf smá rígur á milli þeirra, blár og rauður, vissi enginn hver vissi hvað en eiginlega með stofnun félagsins þá sáum við mikla sameiningu á milli leiðsögumanna sem voru að vinna á jöklinu. Ég veit að samkeppnin oft á skrifstofunni, það verður að vera að plata fólk til þess að koma í ferð en svo á fjöllum eins og við þekkjum flest allir vinir og við erum öll að vinna að nákvæmlega sama markmiði. Við erum að vinna því að gefa gestunum okkar góða upplifun og koma með þau öruggt tilbaka. Og einhvern veginn með því að sameinast undir því að vera félag fjallaleiðsögumanna
þá gat fólk frá mismunandi fyrirtækjum og úr mismunandi bakgrunni séð að þau voru með sama menntun og þú gast aðstoða þau og þú kannski kynntist þeim á námskeiði og þess að það. Þannig að við sáum mikinn svona sameiningarkraft þar undir og okkur fannst að skipta miklu máli og bara svona vinnustæðurinn varð mun betri. Þannig að eftir þetta byrjuðum við að smíða þjálfunarkerfi og hann Róbert ætlar að tala meira um þjálfunarkerfið seinna, þannig ég ætla ekki að ýta of mikið ofan í það. En sem sagt félagið okkar er raun og veru byggt á svona sem við köllum svona sérhæfingarkerfi. Við erum með undirflokka sem eru jöklaleiðsögn, fjallaleiðsögn og skíðaleiðsögn og tókum okkur fyrirdæmi nýsjálenskra og kanadíska félagsins. En ég ætla ekki að fara ódjúpt í það er ekkert svo skemmtilegt umræðefni, en þið getið kynnt ykkur að setja. En eins og ég segi, í dag erum við 10 ára og við á þessu síðasta ári héldum við 20 námskeið og við þjálfuðum 180 manns sem fóru gegnum þjálfunarkerfið okkar. Þannig að þetta er allt á leiðinni rétt átt. En ég bara þakka fyrir mig að sinni og býð Róbert velkominn. Takk fyrir Garðar. Róbert heiti ég og er einn af 3 alþjóðlega faglærðum leiðsögumönnum á Íslandi og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þjálfunarkerfi félagsins. Ég hef haft sæti í tækninefnd félagsins sem kemur að skipulagningu menntakerfisins og er reyndar að stíga frá núna til þess að hleypa fersku blóði inn. Þetta er ég búinn að vera í þeirri stöðu síðastliðin 6 ár. Aðeins bara hvað ég ætla að fara yfir, þá byrjum við bara á yfirlitsmynd af kerfinu og hvernig við flæðum í gegnum alla menntunina. Uppruna kerfisins og þróun, hvaðan það kemur og hvernig við fáum hugmyndir til að tryggja gæði. Og svo brýti niður einstaka hluti kerfisins og menntalínur sem við höfum upp á að bjóða. Hér sjáum við flæðirit yfir menntakerfið og grunnurinn í öllu kerfinu er það sem við köllum jöklaleiðsögn 1. Örvarnar merkja í rauninni hvað eru forkröfur fyrir eða sem sagt forvera námskeið. Þannig að ef þú ætlar að fara í íshellarleiðsögn þá tekurðu jöklaleiðsögn 1 og þá geturðu tekið íshellarleiðsögn á eftir því. Og svo sama ef þú ætlar að fara í jöklaleiðsögn 2 þá þarf þetta að vera búið með jökla 1 og svo framvegis. Þannig að við erum 3 námslínur, jöklaleiðsögn, fjallgönguleiðsögn og skíðaleiðsögn. Og við erum búin að bögglast með þetta fjallgönguleiðsögn er ekkert neitt rosalega þjált orð, en þetta kemur sem sagt úr ensku sem Alpine Trekking Guide og þá erum við sem sagt að horfa á hveljökla sem eru í meiri hæð, snjóhuldir jöklar. Og besta íslenska orðið sem við gátum að fundi var fjallgönguleiðsögn. Og þegar þú hefur tekið alla jöklaleiðsögn, fjallgönguleiðsögn, skíðaleiðsögn, þá öðlastu heildarréttindi. En þú getur samt sem áður unnið eingöngu á jöklunum og verið hvar sem er, svo sem í stíinu þar. Eða ef þú tekur jöklaleiðsögn, þá getur þú verið með bara fjallgönguleiðsögn en sleppt skíðaleiðsögn. Þróun kerfisins og hvaðan kemur það? Það eru alþjóðleg samtök sem heita International Federation of Mountain Guides eða EFMGA. Þetta eru stór regnhlífarsamtök samansett af 20 löndum í heiminum sem er ekkert ósvipuð félaginu okkar nema bara á miklu stærri skala. Fjallaleiðsögn á sér rætur langt eftir í tíma og miðja 18. öld byrja kynslóðir leiðsögumanna í Sviss að fara með fólk upp á Matterhorn og þannig þróast þetta og hægt og rólega var þetta regulatað og lönd fóru að taka sig saman, búa til sín eigin þjálfunarprógram. Já, afsakið þarna allar þessar enskuslettur.
er ekki mikið með fyrirlestra á íslensku. Já, þannig að í rauninni hvert land fyrir sig sér þjálfun fyrir sínu landi og regnhlífarsamtökin sjá svo að passa alla staðla og öll lönd uppfylli allt sem að lýtur að endurmenntun, nýjustu tækni og svo framvegis. Í Evrópu þessi menntun lögbundin til að fá starfsleyfi, þannig að þá það í Alpalöndunum, allt sem í kringum megin Alpafjallgarðinn, Ítalía, Frakkland, Sviss, Austurríki, Þýskaland. Og það litið á þetta sem svona hááhættu atvinnugrein og í sama flokk og læknavísindi. Þannig að ef þú ert læknir, skurðlæknir, þá í rauninni lítur ríkið á þig með sama auga. Þú þarft að vera með sambærilegar tryggingar af því að ábyrgðin svo mikil. Þegar við setjum félagið af stað, þá þurfum við að leita svolítið inn á við hvar getum við fengið þá þekkingu sem við þurfum til að búa til þetta prógram. Og það algjör óþarfi að finna upp boltann því það búið að gera þetta fyrir löngu síðan. Þetta byrjar í Sviss og Sviss flytur þetta til Bandaríkjanna og Kanada og þeir nota leiðsögumenn þar og formenn félagana þar til að setja sambærilegt félag á fót í Norður-Ameríku. Og það nákvæmlega það sem við gerðum. Við reyndum að fá það besta frá þeim bestu og í kringum 2007 þá byrja íslenskir fjallaleiðsögumenn að þróa sitt eigið kerfi og þeir fá leiðsögumenn frá Nýja-Sjálandi og prófdómara til að vera með yfirsýn og í rauninni smíða námskeiðin og prófin eftir stöðlum í Nýja-Sjálandi og jöklaiðnaðurinn í Nýja-Sjálandi töluvert stærri heldur en á Íslandi og mikil reynsla og mikil fagmennska á bakvið þjálfunarkerfið hjá þeim. Þannig að það lá beinast við að fá menn þaðan sem að kunna til verka til að sýna okkur hvernig á að gera þetta. 2015 tekur Félag íslenskra fjallaleiðsögumanna við og bætir við og aðlagar svo að íslenskum aðstæðum. Því að þú getur ekki tekið bara svona pakka og byrjaðan hérna heima, heldur það þarf alltaf einhvers konar aðlögun og þetta jöklanámskeiðin það komin meira en áratuga reynsla á það og í dag erum við mjög framarlega á heimsvísu hvað varðar gæði, öryggi og gæði menntunar í jöklahlutanum og getum alveg sett okkur samhliða Nýja-Sjálandi. Síðan leitum við til Kanada, þar sem þeir eru með fremstu þjóðum í heimi í skíðaleiðsögn, þar sem meiri hlutin af þeirra leiðsögu iðnaði skíðatengdur og 2017 þá keyrum við fyrstu skíðanámskeiðin á Íslandi og við flytjum inn prófdómara frá Kanada og þeir skrifa upp og aðstoða okkur við alla námskeiðslýsingu og hvernig best að gera þetta. Og við rauninni fengum bara að vera með þeim en þeir sáu allt og gáfu okkur allar upplýsingar. Og í dag erum við að taka við þessu þá 5 árum síðar, 6 árum og erum núna keyrðum síðasta vor fyrsta í rauninni íslensku útgáfuna af þessu námskeiði en við vorum samt með mann frá Kanada, þannig að það var einn Íslendingur, einn Kanadamaður sem gerðu þetta saman og í ár erum við núna að keyra þetta alveg sjálf með 2 Íslendinga sem eru náttúrulega með öll réttindi á bakvið sig í þeim efnum. Og svo fyrir fjallalhutan, þá fjallgönguleiðsögn, þá leitum við til Svíþjóðar sem eru mín félagasamtök þar sem ég kláraði mína menntun
Þeir eru mjög framalega í það sem kallast alpaleiðsögn og eru virtir innan alþjóðlegu samtakana og þá aðalega vegna mjög lágrar slysatíðni og eru hátt skrifaðir á þeim vettvangi og þeir aðstoðuðu okkur komið hérna 2015. Við settum saman 2 námskeið, þess að eitt námskeið, eitt próf, keyrðum það og já. Ef ég fer aðeins yfir hvert fyrir sig, þá er þetta jöklaleiðsögnin. 3 stig, það eru alltaf forkröfur inn í námskeiðin og það sem er kannski mikilvægast það er skyndihjálp og starfsreynsla. Réttindi sem að menn öðlast eftir jöklaleiðsögn, þau falla annaðhvort undir beina yfirsýn eða óbeina. Þannig að ef þú ert búinn með jökla 1, sem er í rauninni grunnnámskeið, að þá máttu ekki vinna undir merkjum félagsins nema undir beinni leiðsögn, sem sagt reyndari leiðsögumanns, sem þarf þá að vera jökla 2 leiðsögumaður að sumarlagi eða jökla 3 að vetrarlagi. Þegar þú klárar jökla 2, þá máttu við vinna undir óbeinni leiðsögn og óbein leiðsögn þú þarft að hafa einhvern aðila þér innan handar. Hann getur verið einhvers staðar á beisinu eða að vinna í annarri ferð við hliðina þér, en þetta er einhver einstaklingur sem þú getur leitað til og lendir í vandræðum eða þarft að taka erfiðar ákvarðanir. Svo klárarðu jökla 3 og það er í rauninni bara próf, 4 daga próf og ef þú klárar það með jákvæðri umsögn, að þá öðlastu full réttindi, mátt vinna 1 og óstuddur og mátt bera ábyrgð á fyrirtæki sem að í rauninni býður upp á svona ferðir. Svo erum við með fjallgönguleiðsögn, það er þetta Alpine Trekking Guide. Það eru 2 stig, það er fjallgönguleiðsögn 1 sem er í rauninni námskeið og það er aftur á sama skapi, þú þarft að vera með viðamikla skyndihjálparþekkingu og við höfum verið að miða við 70 klukkutíma sem er Wilderness First Responder sem að flestir taka hér á Íslandi og þetta er mest kennsla. Og það er að sama, þar máttu vinna undir beinni leiðsögn og svo óbeinni eftir það. Og skíðalínan er sett upp á sama hátt, þetta eru 3 stig, nema þarna eru kröfurnar orðnar töluvert hærri af því að við lítum svo á að þú ert að vinna á, það er engin munur á skíðaleiðsögn á Íslandi eða einhvers staðar í útlöndum. Þar af leiðandi bætist við viðamikil snjóflóðaþjálfun sem er tekin í gegnum kanadísku snjóflóðasamtökin, level 1 og level 2. Takk fyrir. Við þökkum þeim Garðari og Róberti fyrir þessa innsýn í félag fjallaleiðsögumanna, sögu þess og þróun. En næst í púlt er Birna María sem ætlar að gefa okkur smá innsýn inn í forvarnir og viðbrögð varðandi ferðamennsku og þá bæði hvað varðar að sjálfsögðu fólk á eigin vegum og einnig skipulega afþreyingu. Gjörðu svo vel, Birna. Já, góðan dag. Ég heiti Birna María Þorbjörnsdóttir og ég starfa sem verkefnastjóri slysavarna hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu. Og svo ég segi ykkur aðeins fyrst frá sjálfri mér, þá er ég sjálfmikil ferða- og útivistarmanneskja, samt ekki svona svakalega regla eins og leiðsögumenn hérna, hinum megin. Ég hef verið fararstjóri í gönguferðum bæði innanlands og utan og svo hef ég átt umsjón með gönguhópum og hef starfað í björgunarsveit, verið í hálendisvaktinni og svo hef ég verið í nokkuð mörg ár í nokkuð miklu samskiptum við ferðamenn, bæði innlenda og erlenda. Og ég er líka mikið náttúrubarn sjálf.
rauðar sveitastelpa eins og ég segi stundum. Og þetta hjálpar allt svolítið mikið við að skilja og vita hvað öryggi á ferðalögum og réttar upplýsingar skipta miklu máli. Og það hjálpar líka í mínu starfi. Ég var 4 ár áður en ég tók við þessu verkefnastjórastarfi, þá vann ég hjá Safe Travel í samskiptum við ferðamenn, upplýsingagjöf og öðru. Og það hjálpar allt saman að hafa smá innsýn í það og skilja hvernig fólk hegða sér á ferðalögum. Og yfirskrift þessara málstofu er öryggi ferðamanna við krefjandi aðstæður á að loka. Og ég fekk bara svona verkefni að taka vinkilinn á forvarnir og viðbrögð. Og eftir svona smávegis hugsun ákvað ég að taka þetta út frá því hvernig ferðamaðurinn bregst við lokunum eða einhverju svona ástandi sem kemur upp. Því að viðbragðið sem Safe Travel hefur er í rauninni það að það er starfsmaður sem situr í upplýsingagjöf, svarar fyrirspurnum og gefur ráð og annað. Slysavarnir ferðamanna eða Safe Travel eins og við þekkjum það, þetta er slysavarnaverkefni á vegum Slysavarnafélagsins Landsbjargar sem miðar að því að koma upplýsingum öryggi á ferðalögum til ferðamanna á Íslandi. Upphaflega byrjaði þetta sem fyrir erlenda ferðamenn en svo hefur við hægt og rólega verið að færa okkur nær íslensku ferðamannin líka. Það fer svolítið eftir hvað við erum að tala, hvert targetið er. Og starfsemi Safe Travel er að leiðbeina ferðahegðun, útbúnað, upplýsa hættulegar aðstæður sem geta skapast eða eru til staðar einhvers staðar og við tökum ekki ákvörðun lokanir. En við miðlum upplýsingunum áfram og útskýrum fyrir ferðamanninum hvers vegna er lokað, hver hættan er og hvernig er að hegða sér að bregðast við. Okkar upplýsingagjöf fer aðalega fram á heimasíðu Safe Travel, upplýsingaskjám hingað og þangað á landið, samfélagsmiðlum, Safe Travel appinu, SMS-skilabóðum. Við setjum inn sérstakar svona viðvaranir eða alerts á heimasíðuna. Það skila sér síðan í upplýsingakerfið í skjákerfin í bílalegunum og appið það birtir upplýsingar færð og ástand vega í rauntíma. Það er beintekt við kort vegagerðarinnar. Og það er fleira sem við höfum gert. Við höfum í samvinnu við aðra sett upp skilti á gönguleiðum eins og sjáum við þarna, Snæfellsjökull, hvernig átti að vera útbúin og hvað að bera varast og annað. Og eins við jökla og ár, vötn og bara fleiri staði þar sem að fólk hefur haft samband við okkur og vilja vera í samvinnu við okkur skiltagerð. Og við sendum út pósta þegar mikið liggur við og þá sendum við út á póstalista Ferðamálastofu. Þetta er svona típisk rauð viðvörun hana. Og hins vegar, þrátt fyrir að við setjum inn alls konar viðvaranir, Veðurstofan setur inn alls konar viðvaranir, Vegagerðin og lögreglan, almannavarnir, við getum bara lent í því að vara ferðamannan við, bara þangað til, eins og ég segi, og þangað til við erum blái framan. Og það er bara án árangurs. Og við erum til dæmis að vara við slæmu verði, það er appelsínu gul eða rauð viðvörun og við biðjum að vera alls ekki á ferðinni og því að þetta er bara ekki þannig veður að þú eigi bara að fara út. En þeir fara ekkert eftir því. Og þeir virða ekki lokanir á vegum eða annar staðar og nýlega var til dæmis stígnum á bak við Seljalandsfossinn lokað og sett svona einhver slá eða grind og út af því að þetta er bara allt í vaðandi ís og það eru grýlukerti sem að geta dottið niður. Og náttúrulega ísinn einn og sér, þú ferð ekkert að innan bara bortum og við veitum öll hvað gerist þegar við fáum svona meterslangt grýlukerti í hausinn. En fólk, það klofar yfir og bara fer bara samt og er ekkert endilega á bestu skónum. Sama dæmi, ég fekk mynd senda í gær frá Skógafossi, þar sem að bara svona spotti og það stóð bara lokað, closed. Ég sá svona 100 manns þarna fyrir innan. Og ég einhvern veginn, ég veit ekki, kannski er það bara uppeldið á mér. Mér myndi aldrei detti í að fara inn á svæði þar sem stendur lokað, því lokað er bara lokað.
Og ég hef sjálf farið með nokkur íslenska gönguhópa í Alpana og í einni ferðinni á mjög fjölförnum stað þá komum við að skilti einmitt sem stóð lokað og vísaði á svona bypass. Og við náttúrulega tókum bara hjáleiðina og það var enginn sem maldaði móinn þó þetta væri sko við lengdum marga kílómetra og lokunni var bara vegna vinnu við stíginn af því það var við að gera hann aðeins öruggari. Og það datt engum í hópnum að fara eitthvað að röfla yfir þessu og segja förum við ekki bara niður. Og það sem ég fannst svolítið merkilegt á meðan ég hafði einmitt þessa lokun í sjónlínu áður en ég kem að henni og með labba framhjá henni að nokkuð fjölfarinn staður, það var enginn sem klofaði þarna yfir. Fóru bara allir bypassin. Þannig að ég var svona að spá í hvers vegna virði fólk lokunina þarna? Er þetta einhver önnur tegund af ferðamönnum? Eða af því að það virðist vera svo algengt hérna að eitthvað sem er lokað, það er bara svona virðist meira viðtekin venja en hitt að fólk bara labbar yfir. Gerir þetta samt. Annars er það yfirleitt veðrið sem að kemur ferðamönnum svona jafn mikið óvart og í vandræði. Og það er eiginlega, ég held að sé vegna þess að það er svo mikið af fólki sem kemur til Íslands og þekkir ekki aðstæður, kann ekki á þær, hefur aldrei lent í veðri eins og við erum með. Og sem sagt bara veðrið eitt og sér, rok, rigning, slitta, snjókoma, kuldi, allt í svona setjum þetta í glas og hrærum í, að þetta er bara kapítuli út af fyrir sig. Og fólk getur ekki ímyndað sér hvernig þetta er nema það hafi lent í því. Og ég hef oft verið að vara fólk við þessu veðri sem allar til dæmis að labba á Laugaveginn og það er bara kratt, veist, rigning, ekkert mál maður. Og já, vindur, ég hef alveg verið út í roki, sko. Og allt svona agalegi töffarar. Og nótabenni karlmennir er miklu verri heldur stelpunnar. Þeir eru svo hardcore þegar að vera í hernum og alls konar. Og kannski verið að labba í hérna Ölpunum og sumrinu svona. Svo hefur alveg komið fyrir að fólk kemur til mín eftir og segir alvörinni, ég trúði þér ekki, en á leiðinni ég hélt ég myndi deyja. Þannig að þetta er svona, fólk, það getur ekki ímyndað sér hvernig þetta er nema að hafa upplifað þetta. Svo tölum við vegina, þeir eru bara oft allt annað heldur en að fólk frá öðru löndum, allavega mörgum öðru löndum, þekkir og með bestu mögulega aðstæður eru þeir ekki gerðir fyrir hraðakstur. Við erum með malavegi, einbreiðar brýr, svona krútlega lömb og kindur í vegkantinu sem að eiga til að hlaupa yfir. Og svo við tölum ekki snjóhálku, ófærð, slæmskyggni og veður eins og var í Möðrudalsöðuránum daginn þar sem að bílrúður sprungu og allt fór í skrúfuna. Það er ein setning sem ég nota stundum þegar ég er alveg komin í þrotum allt annað og það er fólk hefur dáið í svona veðri. Og þetta er rosa brútalt að segja það. En þetta er svona síðasta sem ég dreif upp á vegfaratöskunni þegar að ég hef verið að vara göngufólk við mjög slæmu veðri. Og þetta er bara svo okkur við myndi ekki kalla þetta neitt útivistarveður. Og ég er búin að segja allt. Það hefur engin áhrif, tala um þetta verði nú ekkert gaman í svona veðri. Það verði bara erfitt og ömurlegt og nei, þau ætla samt. 5,5 Laugaveginn bara nefndu það í svona 25 metrum á sekundu slagveðri og skítakulda og oft ekkert rosalega vel búin. Og hversuna ætla fólk að fara og hlustar ekki? Jú, það er oft af því að það er búið að ákveða fyrir löngu síðan ætlar að fara þennan dag. Það bara breytum við því ekkert, sko. Og svo eftir svona tilraunir að útskýra veðrið og segja fólki að svona sé þetta er ekkert ánægilegt og ekki neitt og þá bendi ég á þetta. Fólk hafi hreinlega dáið við svona aðstæður á þessu sveiði. Þá kemur allir svona, úps, já, þú meinar, er það sem getur gerst? Heyrðu, við kannski finnum bara einhvern annan dag í þetta. Og ég hef stundum svona líka velt þessu fyrir mér, hver ástæður eru fyrir að ferðamenn taki ekki alltaf markar á ráðleikjunum. Ég tek fram það eru fullt af ferðamennum sem að fylgja ráðleikjunum og bara eru alveg til fyrirmyndar. En það er ansi stór hópur og alltaf stór hópur sem að tekur ekki mark á þessu og virða ekki lokanir, sama hvort frá vegum eða gönguleiðum með öðru eða við fossana. Ein af mínu kenningum er að það sem er verið að vara við og það sem gerist í framhaldinu er svo miklu verra en þeir geta nokkru sem ímynda sér. Þeir vanmeta viðvörunina og
sem sagt veðrið, til dæmis, og fara af stað, þeir lendi í vandræðum. Hringi 112, tjaldið er fokið, allt orðin brennblautt, rískaldir, akandi, er oft með tjónaða bíla, brotna rúður, fastur út í skafli, búin að keyra út af, veðrið er ógeðslegt, þeir sjá ekki draugum og þeir eru jafnvel að velta því fyrir sér hvort þeir eru að labba þangað til að finna einhvern. Og þeir eru orðnir skítræddir að þeir deyja í bílnum. Bandarækjumenn, mjög mikið. Svo eitthvað sé nefnt. Svo eru svona aðrir sem hafa svo mikla útivistarreynslu, hingað og þangað, sem ég sagði, gaurarnir sem hafa verið í hernum og fólki sem hefur labbað í Ölpunum á sumarlagi. Svo eru bílstjórnir, þeir eru oft svo hrikalega góðir og þeim finnst viðvörðurinn ekkert eiga neitt erindi við þá, því þeir hafa svo mikla reynslu að keyra. Nota bene bursið frá hvert hafi nokkuð keyrt í hálku eða snjóður. Og þegar við erum að tala um ófæra, lokaða vegi og veður það sem að sést ekki út draugum, þá er ótrúlega algengt svar en ég leigði fjórhjólsbíl. Ég get farið. Eða það er búið að sem sagt, bóka gisting á einhverjum ákveðnum stað og segir ég verð að fara þangað. Þetta er á planinu. Svo er líka eitthvað sem við myndum kalla bara hreinlega einbeittan brotavilja, sem er rosalega stór faktor, held ég. Það skiptir ekki máli, ég ger þetta samt. Og eins og ég segi, þetta er held ég ótrúlega algengt. Og ég þekki nokkra landverði sem að vinna svolítið mikið við að fólkum að gera ekki þetta, gera ekki hitt og fara frekar á hinstæðinu og eitthvað. Og það er ótrúlega algengt að fólk fær yfir sig einhvern svona fúkyrðaflaum á jafnvel á einhverju tungumáli sem skilur ekki. Og fólk þykist ekki skilja lokunarskiltið eða hafa ekki séð það. Svo er annað, það hefur líka heyrt, ég kem aldrei inn aftur, mér nákvæmlega sama. Og svo er þetta að ná bestu selfie-inni, það er annað sko. Fara svona alveg fram á brúnina og svona. Þetta er alls konar atriði sem að spila inn í. Og við sem þekkjum sko, íslenska náttúru, veðrið og allar hætturnar í náttúrunni, okkur hættir rosalega mikið til að hugsa að common sense sé nú bara common sense. En common sense er ekkit svo algeng. Það er nefnilega heila málið. Og mér langar að enda þetta bara á þessari dásenda setningu sem ég fæði lánað frá skoskri stelpu sem heitir Katie. Hún hefur unnið mikið upp á hálendi í Skálavörslu og FI og fleiri stöðum. Og hún segir oft við ferðamenn, if the locals say it's going to be bad, it is going to be bad. Því Íslendingar ýkja ekki veðrið. Takk fyrir. Takk fyrir Birna María, fyrir þessa innsýn í kostuleg viðbrögð ferðamanna við svona takmörkunum. En næstur í púlt er Flóki Ásgeirsson og hann ætlar að gefa okkur innsýn í almannaréttinn og túlkun hans og blæbrigði. Gjörðu svo vel, Flóki. Já, komið sælir sömul eins og framkomið. Þetta er Flóki Ásgeirsson lögmaður og ætlaði svona að taka þetta lagalega sjónarhorn á þetta umræðuefni sem við erum að fjalla hérna í dag. Þakka fyrir þessu áhugaverðu erindi sem eru hérna búin að vera á undan mér. Nú, viðfangsefnið mitt er þessi almannaréttur og hvað er það? Það er þessi réttur sem tilheyrir okkur öllum og auðvitað líka ferðafólki sem hingað kemur til þess að fara óhindrað landið. Nú, almannarétturinn svona fræðilega er auðvitað ekki bara umferðarréttur, í honum felst fleira, þar að segja við eigum rétt á því að grundvelli almannaréttar að fara frjáls landið okkar, en við eigum líka rétt á því innan vissa marka að dveljast þar og svo eigum við reynda líka takmörkur réttin til þess að nýta landið. Við megum drekka vatn úr lækjum og tína ber til neyslu á staðnum og svo framvegis. Þannig að þessi réttur felst ekki bara í umferðinni þó það sé svona kannski forgrunni hjá okkur hérna í dag. Nú, þessum rétti að hinn hliðin á honum svo að honum fylgir aðgæsluskylda. Það felur ekki það í sér að
við megum fara landið og ganga þar illa eða skilja eftir okkur sorp eða valda einhverju varanlegu tjóni á landinu. Það er ekki í boði. Heldur fylgir þessum almannarétti þessi aðgerðarskylda og það auðvitað tillitssemi bæði við náttúruna en líka við landeigendur vegna þess að eins og hér kemur fram á glærunni að þá felur almannarétturinn það í sér og það kannski kjarni hans að þó að land sé í einkaeigu eins og mjög mikið af landi á Íslandi utan þjóðlendna á hálendinu að þá eiga landeigendur ekki rétt á því að varna okkur að fara landið sitt og það út af þessum almannarétti. Þannig að almannarétturinn felur í sér hálfgerða undantekningu eða þrengingu á einkaeignarrétti á landi á Íslandi og þýðir það að þó svo við eigum land að þá þurfum við að þola það bótalaust að landið okkar sé farið og það nýtt af öðrum innan marka þessa almannaréttar og þetta hefur verið mikið bitbein og svona hér í dag sjónarhornið okkar á öryggi ferðafólksins en það oftast þegar rætt almannarétt að þá hefur verið að fjalla álitaefni tengd einkaeignarréttinum og réttindum landeiganda til þess að fénýta land sitt eða halda því með einhverjum hætti fyrir sig á þess að almenningur sé að nýta það endurgjaldslaust. Eitt atriði varðandi almannaréttin sem kannski hefur þýðingu í því samhengi sem við erum að tala hérna í dag, það er að almannarétturinn, honum fylgir í sjálfu sér engin aukin ábyrgð landeiganda á þeim sem að kjósa að nýta hann. Þannig að það er ekki á ábyrgð landeiganda eignarlands eða annars rétthafa, til dæmis leigutaka, ef að ferðafólk kýs að nýta sér almannaréttinn og fara landið. Og það er í sjálfu sér engin bein skylda sem hvílir á landeigendum að tryggja öryggi þegar farið land þeirra eða gera það með einhverjum hætti aðgengilegt, heldur sú ábyrgð hvílir bara á ferðamannunum sjálfum að haga seglamenti vindi og skipuleggja sína ferð og sína aðgát og vegna þess að það heldur engin bein skylda til þess að reisa einhver sérstök mannvirki til þess að aðstoða umferð og svo reyndar skylda hvergi í lögum þó að það sé heimilt fyrir meðal annars Umhverfisstofnun og sveitarfélög að byggja slík mannvirki með samþykki landeiganda, þá það engin skylda. Þannig að ábyrgðin ferðafólksins sjálfs. Auðvitað kemur síðan til viðbóta þá svo ábyrgð sem að ferðaskipuleggjendur geta borið öryggi þeirra sína viðskiptavina en það tengist ekki almannaréttinum. Almannarétturinn, hann eins og yfirleitt rætt hann að þá þetta tekið fram að hann auðvitað mjög gamall. Og fyrir honum þessi augljósu rök að lengst af að þá voru náttúrulega ekki vegir og engin umferð vélknúin ökutæki þannig að umferð eignarlönd annarra var náttúrulega bara algjörlega nauðsynleg. Að öðrum kosti hefði fólk ekki geta ferðast yfir höfuð. Þannig að svona hinn forna útgáfa almannaréttarins þessi réttur okkar til þess að bara þessi umferðarréttur til þess að fara milli staða þó að leiðin liggi yfir eignarland annars. Síðar eins og hér kemur fram, þetta umfjöllun almannaréttinn sem að umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis lét frá sér og þetta tengslum við umfjöllun eitt af þeim fjölmörgu frumvörpum sem hafa verið flutt breytingar á náttúruverndarlögunum og ákvæðum hans almannarétt að þessi almannaréttur kannski það sem raunhæfast í dag eftir tilkomu regluverks samgöngur og vegakerfisins sem að auðvitað þá orðið helsti vettvangur þessa umferðarréttur okkar að það þessi náttúru þessi náttúruunnenda réttur okkur til þess að njóta náttúrunnar og það auðvitað síðari tíma fyrirbæri sem að var kannski ekki rökin að baki almannarétti þegar hann varð til og þróaðist á öldum áður. En í dag þetta hins vegar orðin sá þáttur almannaréttarins sem hvað mikilvægastur og hann útfærður í þessum lögum náttúruvernd nr. 60/2013 að þar hefur Alþingi sett nokkuð ítarlega ákvæði það hvað felist í almannaréttinum og hvernig heimilt sé að takmarka hann. Og það reglur sem ég ætlaði svona að varpa örlitlu ljósi á hérna með ykkur í dag og þá einkum og sér í lagi ljósi efnis málstofunnar hérna öryggi ferðamanna hvernig hægt að takmarka
þennan rétt, vegna þess að í almannaréttinum felst auðvitað réttur okkar allra, þar með talið ferðafólk sem hingað kemur, til þess að fara landið og líka þau svæði sem eru hættuleg. Nú, eins og hér kemur fram á glærunni að þá náttúruverndarlög eitt af markmiðum þeirra þetta að tryggja öllum rétt til þess að fara landið og njóta náttúrunnar og stuðla þannig að útivist og vísátt við náttúruna. Þannig að þetta sérstakt markmið náttúruverndarlaganna og auðvitað má segja að svona ef að náttúruverndarsjónarmið réðu alfarið að þá myndum við takmarka ágang á landi sem allra mest, en þetta svona eitt af þeim markmiðum sem reynt að stuðla að, og það þá auðvitað hugmyndin sú að það sé þáttur í velsæld okkar allra að fá að njóta náttúrunnar og almannarétturinn á að tryggja það. Nú eins og ég sagði þá eru þessi ákvæði í lögunum, þau eru í 4. kafla laganna og þau eru svona allítarleg, ég ætla nú ekki að ganga svo langt að fara að reifa þau hérna, en í grundvallaratriðum gera lögin mun á ræktuðu og óræktuðu landi og almannarétturinn svona í grundvallaratriðum útfærið þannig í náttúruverndarlögunum að hann tekur ekki til ræktaðs lands, það að segja við megum ekki ganga yfir ræktun og það þá auðvitað akrar og tún og reynda líka skógrækt sem á frumstigum hennar. Þannig að það eru svæði sem auðvitað þola ekki ágang og einstaklingar eða lögaðilar sem eiga þau og nýta þau í atvinnuskyni, þeir eiga rétt á að gera þau ef að halda okkur frá þeim. En utan ræktaðslands að þar eigum við þennan almannarétt sem tekur svona grundvallaratriðum til þess að fara þarna njóta náttúrunnar. Við megum sem útgangspunktur tjalda í skemmri tíma í einu á eignarlandi annarra án þess að hafa samráð eða óska eftir leyfi og eins og ég segi tína þar ber og annað til neyslu á staðnum. Þannig að við megum dveljast þarna án þess að því fylgir mjög mikil röskun. Og eftir því sem meiri röskun fylgir ferðalaginu, þar að segja eftir því sem við erum lengur eða erum farin að koma með vélknúnu ökutæki eða eitthvað slíkt, að þá þrengist almannarétturinn og þetta útfært svona í ákvæði þessa kafla. En í grundvallaratriðum svo svona aðstæða sem að lögin teikna upp svo að fólk á þennan rétt. Fólk á rétt til þess að fara náttúruna og njóta hennar og það engin greinarmunur gerður á því í náttúruverndarlögum hvort að náttúran sé hættuleg eða ekki. Þessi réttur fyrir hendi. Og þá þegar við erum að fjalla öryggi ferðafólks, þá vaknar svo spurning hvað hægt að gera ef fólk eins og hér hefur komið fram sinnir ekki aðvörunum, fylgir ekki leiðbeiningum og gætir ekki að eigin öryggi með auðvitað tilheyrandi hættu og tjóni fyrir það og auðvitað aðra líka því að þó að það sé freistandi að hugsa þetta vandamál þannig að fólk beri bara eigin hagsmuni á sína áhættu þá það auðvitað ekki þannig vegna þess að viðbragðsaðilar geta auðvitað sjálfur lent í hættu og það fylgir auðvitað gríðarlegur kostnað því að fólk kemur sér í ógöngur að setja sig í hættu eða verður fyrir slysi að þá auðvitað lendir það ekki bara á þeim heldur samfélaginu öllu þannig að þetta er auðvitað vandamál sem varðar okkur öll. Nú þessar heimildir til takmörkunar í náttúruverndarlögunum sjálfum þar sem þessi þáttur almannaréttarins útfærður að þær eru í meginatriðum þessar og þær getum við sagt þrenns konar. Það í fyrsta lagi heimild landeiganda sjálfra og þetta tekur þá bara til eignarlanda og auðvitað spurning hvernig ríki getur farið með þjóðlendur sem eru strangt til tekið í eigu ríkisins en teljast þetta ekki eignarlönd. En sem sagt landeigendur og þeir fara með mjög veigamikla heimild sem hefur verið mjög umdeild og hefur fyrst og fremst verið umdeild vegna þess að hún hefur verið nýtt til þess að koma upp gjaldtöku við ýmsa fjölsóttaferðamannastaði. En þessi heimild fyrir hendi í lögum og til að fara aðeins nánar yfir hana. Síðan er það Umhverfisstofnun sem gegnir mjög veigamiklu hlutverki við að framfylgja náttúruverndarlögunum og hefur heimildir til þess að takmarka rétt almennings til þess að nýta sér almannaréttinn. Og að lokum það síðan auðvitað úrræði ráðherra til þess að friðlýsa svæði og grundvelli friðlýsingar getur ráðherra sett reglur umferð sem geta auðvitað takmarkað þennan almannarétt. Nú þessi fyrsta heimild til þess að takmarka
almannaréttinn sem í 1. málsgrein 18. greinar að hún, eins og ég sagði áðan, hefur verið mjög umdeild. Þetta mjög víðtæk heimild og það sem að felst í henni að í öllum svæðum sem náttúruverndarlögin skilgreina sem í byggð, sem í raun og veru mjög stór hluti landsins. Þetta kannski tiltölulega ónákvæmt hugtak, það skilgreint neikvætt í lögunum, þannig að það séu öll svæði sem ekki eru óbyggðir og óbyggðir samkvæmt náttúruverndarlögum eru þau svæði þar sem engin mannvirki eru eða lítt áberandi, þannig að það er þá fyrst og fremst hálendið sem eru óbyggðir, en önnur svæði eru í byggð og á þeim svæðum sem náttúrulega innifela mjög marga fjölsótta og vinsælda ferðamannastaði sem að einhverju leyti eru í einkaeigu, að þar hafa landeigendur þessa víðtæku heimild. Þeir geta girt af svæði innan þeirra marka sem þeir hafa heimild til þess að girða af, sem nú ekki alveg ótakmarkað vegna þess að það ekki heimilt að setja girðingar hvar sem meðal annars takmarkanir samkvæmt vatnalögum og því að það megi girða af sjávar og árbakka. En með því að girða af svæði að þá geta landeigendur bannað för það, jafnvel þó það sé óræktað. Og þetta sú heimild sem að landeigendur hafa í sumum tilvikum nýtt til þess að girða af náttúruperlur og taka þá gjald fyrir að heimsækja þær. Og eins og ég sagði áðan, þá hefur þessi heimild verið mjög til umræðu. Það eru ákveðin skilyrði fyrir því, þetta verður að vera í byggð og það þarf að girða landið af og þetta verður að vera eignarland, en að öðru leyti þetta mjög opin heimild. Það sem greinir þessa heimild kannski frá öðrum heimildum náttúruverndarlaganna að það þarf engin tiltekin ástæða að búa hér á baki. Það er ekki skilyrði að landeigandi vilji til dæmis vernda náttúruna. Hann getur viljað einfaldlega bara áskilja sér endurgjald eða bara af einhverjum öðrum ástæðum halda landinu fyrir sig. Aðrar heimildir, samkvæmt lögunum, að þær eru ekki af þessum toga. Þær eru háðar því að það sé verið að stjórnvöld sé að taka þá ákvörðun að vernda náttúruna. Og það á við þessa heimild hérna í 2005. grein sem heimild Umhverfisstofnunar til þess að í óbyggðum lokasvæðum og Umhverfisstofnun hefur þá heimild. En eins og heimildin sjálf ber með sér að þá hún ætluð til þess að koma í veg fyrir að það verði tjón af völdum ágangs á náttúruna. En það ekki sjónarmið að það geti orðið tjón á ferðafólkinu sjálfu sem að valda þessum ágangi. Þannig að í raun og veru geti Umhverfisstofnun almennt séð ekki á þessum grundvelli loka svæði fyrir ferðafólki vegna þess að náttúran sé mönnum hættuleg. Það öfugt. Ef að menn eru hættuleg í náttúrunni þá getur Umhverfisstofnun beitt þessari heimild. Það sama á síðan við þessa heimild Umhverfisstofnunar til þess að tímabundið loka svæðum líka í byggð. Þetta svona mjög skild heimild og þarna getur Umhverfisstofnun tímabundið lokað fyrir umferð svæði. Það aftur skilyrði að það sé vegna þess að náttúrunni stafi hætta af okkur, ekki öfugt. Nú að síðustu getur ráðherra síðan, og það auðvitað svona umfangsmeira og háð enn frekari skilyrðum að friðlýsa svæði og setja takmarkanir í friðlýsinguna umferð. En það auðvitað háð því að það sé einhverjar vistgerðir eða vistkerfi sem að séu stafi hætta af umferðum svæði og þá má takmarka í friðlýsingu slíka umferð. En eins og þið sjáið þá engin þessara heimilda sem stjórnvöld hafa samkvæmt náttúruverndarlögunum getur í raun og veru tekið á því atriði sem að hér búið að ræða í dag að ferðafólk sjálft stofni sér í hættu á ferðalögum sínum. Þannig að samandregið þá staðan samkvæmt náttúruverndarlögum sú að fólk ber ábyrgð á sér. Það að segja, það ekki á ábyrgð þeirra sem eiga landið að sjá til þess að það sé öruggt fyrir umferð og þeir hafa í raun og veru enga skyldu til að takmarka umferðina þó þeim sé það heimild og síðan hafa stjórnvöld bara mjög takmarkaðar heimildir á grundvelli náttúruverndarlaga til þess að stöðva umferð og það bara í þágu náttúruverndar. Þannig eins og staðan í dag út frá náttúruverndarlögunum að þá lítið sem að stjórnvöld á sviði umhverfismála geta gert til þess að bregðast við þegar það liggur fyrir að ferðamannastaður, einhver þáttur í náttúrunni okkar hættulegu ferðafólki. Það eitthvað sem við höfum engan lagaramma til þess að taka á.
Nú að síðustu að þá, svo maður skilji ekki við efnið í algjöru vonleysi, að þá auðvitað eru að sjálfsögðu til heimildir í öðrum lögum. Það er að segja, lögreglan hefur að sjálfsögðu heimildir bæði á grundvelli lögreglulaga og laga almannavarnir til þess að koma í veg fyrir hættuástand og banna fólki ferðum svæði. En það eru mjög almennar og opnar heimildir sem er þetta fyrst og fremst hugsað til að bregðast við sértæku áhættuástandi. Kannski eru komin á þær heimildir eftir, en það er engin almenn heimild í lögum sem að tekur svona konkrétt á því að hvernig á að regulera umferð ferðamannastað sem að liggur fyrir að getur verið hættulegur. Nú, ég þakka þá bara kærlega fyrir gott hljóð. Nú gleymdi ég mér aðeins í tímastjórninni því þetta var svo áhugavert. Þakka kærlega fyrir flókið, fyrir þessa innsýn inn í almannaréttinn og hérna hann endar einmitt þarna á vísun í heimildir lögreglu og næstur í púlt er Björn Ingi Jónsson. Hann er fulltrúi almannavarna hjá lögregluembættinu á Suðurlandi og hann ætlar að fara svona yfir reynslu og raundæmi og þekkingu varðandi þetta og einmitt heimildir lögreglu. Gjörðu svo vel, Björn Ingi. Og Oddur. Oddur, já. Komið sæl. Við ferðumst alltaf tveir, sko. Það er að passa mig og ég þarf að passa hann. Þannig að... En... takk fyrir og velbúið á okkur að koma hingað og hérna við ætlum aðeins að horfa á þetta út frá okkar reynslu og þekkingu en svona öllu ganir greitt ástæðan fyrir verið tveir. Ég ætla svona að byrja og svo ætlar Oddur að taka seinni partinn af þessu hjá okkur, sko. Og ég held að Snorri hafi náð að kynna mig hérna áðan og Oddur kynni sig bara á eftir, ekki? Bara tekur það. En við ætlum að horfa á þetta aðeins út frá í raun og veru ferðamannastöðum á Suðurlandi og hérna við horfum svolítið á ferðamannastöði út frá tveimur þáttum. Það er annars vegar í eigu einhverja einkaaðila og hins vegar það sem kom inn á hérna áðan í raun og veru ferðamannastæði í eigu hins opinbera. Og ef maður horfir þá frekar á í raun og veru þessa ferðamannastæði sem í eigu einkaaðila eða jarða og bænda, að þá eru nokkrir hnökrar sem við lendum töluvert í þeim samskiptum þar og það er akkúrat þessi skortur á þessu formlega samráði og það er í raun og veru, það er ekki endilega til nein ákveðin eigendastefna eða með hvað hætti hver fer með forsvar fyrir þessi landsvæði eða þessi svæði og þetta er oft á tíðum í óskiptu landi margra jarða sem flækir þetta ennþá meira. Það er óeiningi í eigendahópnum, það er misjafnt hvert menn vilja fara, hvert menn vilja horfa, hvort menn vilja yfir höfuð hafa ferðamannastað þarna eða ekki. Það er svo í raun og veru akkurat þessi mismunandi hagsmunir. Sumir eru kannski að gera út á ferðaþjónustu á meðan aðrir eru bara í hefðbundnum búskap og vilja þar af leiðandi ekki sjá þennan kvikfénað sem heitir ferðamenn. En sem sagt, og svo komum við mjög oft að þessari spurningu þegar við erum að eiga þessi samskipti við höfum engar tekjur af þessu. Við fáum engar greiðslur fyrir afnot af, eins og Flóki kom hér inn áðan, sko. Að það er hreinlega verið að gera út á ákveðin landsvæði í ferðaþjónustu og bara að það er í raun og veru engar tekjur sem skila sér til þeirra sem eiga þetta svæði. En svo þegar eitthvað gerist, þá er oft hrópað og kallað í fjölmiðlum og mörgum stöðum í raun og veru af hverju er ekkert gert. Hvar er ábyrgðin? Og Flóki nefndi þannig einmitt hérna áðan að ábyrgðin er ekki landeiganda. En ég held að almenningur samt telji að ábyrgðin sé hjá landeiganda. Það er það sem við verðum mjög mikið áskynja. Og ég nefni hérna jarðalögin því að ég er nokkur sinnum í gegnum árin þurft að tækla og horfa á þau en það var gerð breyting á jarðalögunum núna á síðasta ári, í júní á síðasta ári. Það sem í raun og veru var sett svona aðeins í áttina því að reyna að búa til einhvern fyrirsvarsmanns fyrir jarðir sem í sameign. Og þar segir í raun og veru ef jörð í eigu fleiri en 3 aðila þá skal skipa fyrirsvarsmann sem að
hefur þá það hlutverk að koma fram fyrir hönd þeirra eigenda sem á jörðinni. En þetta í fæstum tilfellum að tækla kannski þessa ferðamannastaði. Því þeir eru oftast síðan í óskiptu eignarhaldi margra jarða. Og það ekkert sem segir í þessu nýju breytingum að það sé einhver sem að skipa fyrirsvarsmanns fyrir það svæði. En þetta getur fækkað samt í raun og þeim sem við þurfum að eiga samskipti við. Og bara svona rétt til þess að sýna að ferðamannastaðir á Suðurlandi, ég bara týndi svona upp hana helstu, að þetta svona svolítið kaosi sem við erum að horfa á. Þetta eru endalaust fjöldi ferðamannastaða. En ég ætla að fókusa mig aðeins niður á einn og sem búinn að vera töluvert mikið í fréttunum undanfarið og það er Reynisfjara. Í Reynisfjöru telst mér til að séu rétt undir 150 eigendur. Það eru 17 jarðir, það eru 92 skráðar kennitölur samkvæmt sýslumanni og að því eru 10 dánarbú. Þannig að þið getið rétt ímyndað ykkur þegar við ætlum að reyna að framfylgja því að fá samþykki allra fyrir því að gera einhverja breytingar eða girða af landi eða loka landi eða eiga yfir höfuð örugglega réttmætt samskipti við eigendur ferðamannastaða. Þannig að, og þarna eins og ég nefndi áðan, það ekkert landeigandafélag. Við eigum marga fundi og í 99% tilfella er mjög jákvæður og mikill vilji til þess að gera eitthvað og bregðast við þegar kallað á í raun og veru að við þurfum að reyna að auka öryggi. En það eru mjög mismunandi sjónarmið og hvaða sjónarmið eiga að verða upp á borðinu og hver eiga að lúta í minnihlutann það sem við þurfum stundum að kljást við. Lagaumhverfið ekki nógu skýrt og eins og ég nefndi áðan, það eru engar tekjur eða mjög litlar tekjur til þess að standa undir þeim kostnaði sem þarf hugsanlega að fara í. Og að því við erum nú nýbúið með þetta frábæra verkefni í Reynisfjöru að setja upp þessi nýju skilti, það sem Ferðamálastofa kom inn í með mjög dugnaðarmiklum hætti og þegar hrós skilið fyrir að stíga þar inn í og byggja þar mjög flott. En þar var alveg lykilþáttur í raun og veru að við náðum þessu samtali við landeigendur það að við myndum stíga þessi skref, þrátt fyrir það að við hefðum kannski ekki 100% lagagrundvöllin til að segja að þetta löglegt að gera ákveðið það svona. Og þá ég að horfa til þess að við erum að setja fram að þessi grænu, gulu og rauðu ljós í Reynisfjöru til að reyna að ekki beint kannski loka en í raun og veru koma því skilmerkilega til ferðamanna að fjaran mjög hættulega þegar rautt ljós í fjörunni. Og við bindum töluverðar vonir við það að þetta hjálpi okkur við því í raun og veru að fækka slysum á svæðinu. Og bara rétt aðeins að það sem við þyrftum að horfa á ef við erum að horfa í ferðaþjónustu og í raun og veru ferðamannastaði, það að við þurfum að fara að byggja okkur upp meiri svona framtíðarsýn. Ferðamannastaði verða oft til fyrir bara eitt kvikmyndaverkefni eða einhver kemur og stendur upp á einhverju flugvélaflaggi og þá þetta allt í orðið tugi þúsunda manna ferðamannastaðir. En það var enginn með áætlanir það eða plön eða neitt svoleiðis. Og þá komum við alltaf að þessu sama. Við þurfum að fara í skipulagsgerð. Við þurfum að setja sig einhvern ramma. Við þurfum að reyna að finna leiðir til að komast á þann stað. Oftast byrjar þetta smátt, vindur upp á sig og það einhvern veginn verður aldrei tilefni til þess að stíga, setjast aftur og segja, nú búum við til skipulag. Nú búum við til einhver umgjörð þar sem við ætlum að sjá hvernig þetta þróast á næstu 10 árunum. Og akkurat setja okkur þessi hættuviðmið og á hvaða tímapunkti eðlilegt að við séum sammála það að við heftum aðgengi vegna þess að hlutirnir eru hættulegir. Ég held að þú megir taka það núna. Takk fyrir það, Björn. Kynna sig sagðan, ég heiti Oddur Lögga. Yfirlögregluþjórinn á Suðurlandi, Árnason, hefur verið þar síðan 2002 á Ísafirði síðan 85. Það eins og þið þekkið öll, við fáum slysin á Suðurlandi og það lagaskylda hjá lögreglu að rannsaka slys ef að þið verði fyrir slysi hér út á götu eða einhvers staðar í vinnu eða í flugi eða á sjó. Þá það skylda lögreglu að rannsaka slys óháð sekt eða sök einhvers sem að
óháð sök þeirra sem að slysinu koma. Þetta er hugsað til þess að upplýsa með sem bestum hætti hvað hafi gerst og við erum með þessa skyldu okkar til þess að nýta þá þekkingu sem að slysin gefa okkur til þess að í fyrirbyggjandi starfi. Þessar rannsóknir, þær eru oft á tíðum viðamiklar og þeim fylgir frekari úrvinnsla og komum að því á eftir og ég hef oft sagt banaslysin þau eru algjörlega tilgangslaus en við erum að kvitta fyrir því að það sé réttlátanlegt tilgangsleysi ef við nýtum ekki þekkinguna sem að við getum þó fengið úr þeim. Við höfum stundum tekið samtalið einmitt þennan þátt hjá embættinu. Við erum með rannsóknarnefnd samgönguslysa sem í rauninni regnhlífin fyrir áður rannsóknarnefnd flugslysa, rannsóknarnefnd umferðarslysa og rannsóknarnefnd sjóslysa. Og þessar einingar þær hafa heimild til þess að ræða við aðila máls og afla gagna og sá sem að aðila slysi, hann getur sagt nákvæmlega allt við nefndarmennina án þess að það verði notað gegn honum. Lögreglan hefur alltaf býr við þær takmarkanir að þegar þú mætir hjá lögreglu þá hefur þú réttarstöðu sakbornings ef að þú ert grunaður að hafa jafnvel brotið einhver einföld lagaákvæði eða þá og þá þér ekki skylt að svara spurningum lögreglu. En ef þú kemur sem vitni þá þér skylt að svara og segja satt og rétt frá og það heimilt að refsa þér fyrir það að gera það ef þú eru uppvísað að þið segja ekki sannleikann. Og þetta hins vegar takmarkar árangurinn þegar við komum að forvörnum. Við getum gert það. Við þurfum í gegnum okkar rannsóknir að standa klára á þessum þáttum. Við þurfum að vita hver aðdragandinn. Við þurfum að vita hvaða viðbrögð urðu við slysinu. Við þurfum að vita eru til einhverjar öryggisáætlanir, voru þær til eða einhverjir slíkir þættir og voru einhverjar mótvægisaðgerðir unnar út frá öryggisáætlunum. Og það er það sem við viljum gera til þess að geta tryggt meðal annars öryggi gestanna okkar sem eru að koma til landsins best. Okkar hugmyndir eru þær að það mætti setja á stofn þetta sem heiti glæruna þannig að það mætti bæta við rannsóknarnefnd ferðamannaslysa. Ef þið farið inn á mælaborð ferðaþjónustunnar í dag þá sjáum við hvar slysin eru á ferðamönnunum, flest þau eru á Suðurlandinu. Og við erum þar með, við vitum það að ef það er umferðarslys, ef það er slys á sjó eða í flugi, þá er það rannsakað af þessum nefndum og það er unnið eitthvað með það. Ekkert endilega út frá sjónarmiðum ferðaþjónustunnar. En síðan ef þú drukknar í Reynisfjöru, eins og við höfum ótal mörg dæmi fellur í Jökulsárlón eða drukknar á vaði einhvers staðar á leiðinni í Þórsmörk, þá er það ekkert sem að grípur þá þekkingu þó að lögreglan rannsaki það, þeir eru rannsókn líkur og ef það er ekki efni til þess að viðkomandi eða aðilar að málinu verði saksóttir þá er það bara liggur það bara og það er ekkert unnið með það áfram. Og þá erum við að segja við erum sammála því að það megi bara vera tilgangslaust slys. Við þurfum að vinna þetta áfram. Þetta var svona það sem ég ætlaði að leggja hér inn. Takk. Kæra þakki fyrir þetta innlegg frá lögreglunni á Suðurlandi og
ljómandi hugmynd sem að vert að ræða, rannsóknarnefnd ferðamannaslysa. Næst í púlt eru fulltrúar Vatnajökulsþjóðgarðs, það hún Jóhanna Katrín og Steinunn Hödd sem að ætla að gefa okkur smá innsýn í starfsemi þar í garði. Takk fyrir. Komið sæl, ég heiti Hanna Katta og starfa hjá Vatnajökulsþjóðgarði. Í dag einbeiti mér að skipulags- og öryggismálum. Já, ég heiti Steinunn Hödd og ég þjóðgarðsvörður á austurhluta Suðursvæðis frá Breiðamerkursandi og Áhöfn. Yes. Heyri, ég ætla að byrja á að vera með smá formála þjóðgarðinn og öryggismál almennt og svo tekur Steinunn við sérstakari mál sem varða hennar svæði. Örlítið fyrst þjóðgarðinn, þannig sjáum við afmörkun hans og starfsstöðvarnar. Þægilegt núna, hann er 15 ára og þekur á sama tíma 15% af yfirborði landsins. Jökullinn þar það bil helmingur. Hann er ekki eingöngu merkilegur á Íslandi, hefur líka fengið alþjóðlega viðurkenningu fyrir 4 árum síðan þegar hann var viðurkenndur á heimsminjaskrá UNESCO. Starfsmenn, það eru þarna tilgreind störfið sem skiptast í fast eða heilsársstörf og tímabundin, en þetta það bil 66 ársverk. Ég held að við getum öll séð fyrir okkur einn fyrir framan þá tölu, það er ekki þannig að við erum bara með starfsmenn sem hlaupa rosa hratt og eru kappsamir, en fyrir vikið þá kannski málin ekki að þokast í að hratt og við vildum, en eins og ég segi, við reynum bara að hlaupa. Örlítið grunninn sem við byggjum á, og það var mjög merkilegt þegar þjóðgarður var stofnaður, að markmið hans í lögum voru mjög ólík því sem áður þekktist í þjóðgarðum á Íslandi. Vatnajökulsþjóðgarður er sérstofnun og ekki undir umhverfisstofnun eins og margir halda, en það eru þess vegna sér lögum hann og byggja í grunninn á vernduninni sem er fjöreggið sem er síðan með sjálfbærni og sterku innsæi, að þá er í kjölfarið þessi afleiddu markmið sem að varða það að veita aðgengi að garðinum og upplifun, á sama tíma að fræða fólk þjóðgarðinn og stunda rannsóknir í garðinum, hvort sem á hvað sviði sem það kann að vera. Og ef þetta lukkast allt vel, að þá er 4. markmiðið að þetta verði til blómlegri byggðar á svæðunum. Varðandi öryggismál í þessu samhengi, að þá er svolítið skemmtilegt, finnst mér, að spá í þennan 3. lið þarna sem að varða fræðslu og rannsóknir. Hann auðvitað byggir svolítið grunninn að því að við vitum hvar náttúruváin sem slík er mest, og á sama tíma þá erum við líka að spá í öryggismál á smærri skala, það er að segja bara varðandi umgengni okkar, þó að sé ekki náttúru einhver sértæk náttúruvá, en við þurfum auðvitað að spá í þetta mjög vandlega til þess að allt flæðið þarna verði eðlilegt, að því að ef við erum að fá dúndrandi slys og slemsku hér og þar, að þá fellur þetta sjálft sig, það er að segja þessi 3 seinni liðir. Agnaröfn uppbyggingu stjórnkerfisins, það er ekki forstjóri, en það starfsmennirnir sinna á svona daglega rekstri, en svo er stjórnskipulagið mjög opið og skipað þessum fulltrúum sem að þarna koma fram, og í þessum hópi langar mér sérstaklega að vekja athygli á gulu og fjólubláu sem eru fulltrúar ferðamálasamtaka og útivistarsamtaka. Þá aðeins að kjarnanum hér, það er að segja hvort að við getum leiðbendið að þurfum að loka. Við erum með okkar áætlanir sem að það er eitthvað skringilegt að gerast að skjöfna mér. Getur þú? Ég hætti allt hérna. Herri, ég held bara aðeins áfram. Fyrsta markmiðið þarna, það var þessi starfsfólkið, en svo númer 2 og 3 þau koma meira inn á og ganga út frá ferðamanninum, og þar eru svona markmið sem eru svolítið í takt við það sem að Flóki var að tala áðan. Það er að segja,
við vitum að við getum ekki tryggt öryggi 100%. Það er að segja, við vitum að það verða óhöpp, en við hins vegar sjáum það sem ríka skyldu okkar að upplýsa hætturnar þar sem þær eru og svo á sama tíma stuðla að því að öryggi verði sem mest. En hvernig gerum við það? Það eru þetta bara alls konar innviðir. Við erum eins og þarna á fyrirmyndinni, þá erum við að veita aðgengin á nýtt land eftir eldgos og svo þarna á seinni myndinni, eins og við Dettifoss, þá erum við að reyna að beina umferðinni annað á öruggari stað og í þessu tilfelli líka þar sem að verða ekki skemmdir, að fólk fara eftir stígnum. Og þetta getur verið mikil list og þar skiptir rosalega miklu máli, það sem Birna var komin á áðan og lögreglan var að tala um áðan líka. Og það er það samtal við ferðamenninu. Ég held að það sé svolítið relevant inn í þennan hóp hér. Það er að segja að átta okkur á því að við erum búin að selja vöruna. Fólki að koma til okkar að því við erum búin að selja vöruna og það er komið til að sjá þetta eða hitt. Og svo erum við líka bara að selja geggjaða pakka sem að taka bara viku tripp og þá vitum við alveg að spanið er ekki droslega mikið. En aðstæðurnar okkar, þar eru hins vegar þannig að þar geta sett strikina reikning. Og þess vegna ef við ætlum eitthvað að fá fólk til þess að gera annað heldur en það kom til, þá þurfum við að vanda okkur rosalega mikið. Í sumum aðstæðum, eins og þarna við Dettifoss, þá er hættan svolítið augljós. Og mér finnst þetta alltaf svolítið góð mynd út af því að ég held að við hér getum vel ímyndað okkur aðstæðurnar eins og þarna. Það er að segja á þessum degi er hjarn og ef ég færi þarna út á brúnina þá myndi ég örugglega enda ofan í Jökulsárgljúfram niðan við Dettifoss. En ferðamaður sem býr í stórborg og hefur aldrei séð snjó áður, hann getur ekki haft hugmynd um þetta. En það sem er lykilatriði þarna og er bara rosalega lítil aðvörun, ég tek fram þetta eru rafmagnsrör sem eru spreyjuð rauð og ég er ekki að mæla með svona einföldum lausnum almennt, en þetta virkar þarna og forsenda fyrir þetta virkar, að því ég held, er að það er ekki sporarna fyrir neðan. En ef það væri hins vegar bara eins og á jöklum, eins og þið þekki, ef það er fólk með leiðsögumanni upp á jökli, að þá telur ferðamaðurinn sig kannski trú að hann geti þetta bara, jú, kannski líka. En þetta er bara svona skemmtilegt að spá í. Varðandi okkar öryggismál þá gerum við þetta ekkert ein. Ég ætla að tala um samstarfið við viðbragðsaðila og rannsóknarstofnanir. Steinunn ætlar að tala um ferðaþjónustuna. En við höfum verið í nánu samstarfi, eins og framkemur þarna, við marga aðila. Og eitt af því sem ég langaði sérstaklega að nefna, það er samstarf varðandi Hvannallarshnjúk, sem er, já, það er samtal sem er komið á veg með að í samhengi við SafeTravel skráningar á vegna gönguhópa á Hvannallarshnjúk, en það er svona eitt af því sem er kannski í burðarliðnum, en þið getur fengið að heyra meira af því síðar. En ég ætla að loka mínu innslagi hér með mynd úr fjölskyldualbúminu mínu. Þetta er mynd frá 1983 og ég ætla að gefa Steinunni orðið þar með. Ég er ekki viss um að hún hafi neitt á móti Nokia-stígvélum eða heldur að sé mjög mikill munur á 5 ára barni og 10 ára, hvort að mamma þurfi að halda í höndina eða ekki. En Steinunn, þú tekur jöklamál, gjörðu svo vel. Já. Takk fyrir, Hanna Kata. Ég held að við getum alveg verið sammála um að þetta sé kannski ekki optimal búnaður á jökulsprungu. En ég ætla aðeins að fjalla um atvinnustefnuna okkar og Vatnajökulsþjóðgarður hefur frá upphafi verið ætlað, eins og Hanna Kata kom inn á, að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nærsamfélagi þjóðgarðsins, meðal annars með því að hvetja til sjálfbærrar nýtingar gæðasvæðisins. En árið 2016 kom þetta ákvæði komin í lög þjóðgarðinn, að þjóðgarðinn skyldi setja sér atvinnustefnu. Og í kjölfari fór stjórn þjóðgarðsins strax að vinna mótun atvinnustefnunnar og tryggja þá að aðkoma allra hagsmunaaðila kæmi inn í þá vinnu og samhliða vernd og verndun skilmálum þjóðgarðsins. Það var lögð mikil áhersla að eiga gott og uppbyggilegt samtal við ferðaþjónustuaðilana í nærsamfélagi þjóðgarðsins og við teljum að það hafi tekist mjög vel. Það voru haldnir bæði fundir á öllum svæðum og hér í Reykjavík, auk þess sem var könnun send á bara opin fyrir alla og í sem sagt
24. júní 2019 þá var þessi atvinnustefna þjóðgarðsins samþykkt af hálfu stjórnar en ráðherra skrifaði svo undir samþykktina undir árið 2020. Og samráðið var gríðarlega mikið og við reynum að eiga í sem mestu og víðtækustu samráði við hagsmunaaðilana þegar við stöndum í svona breytingum. En síðan það bara eins og Hanna Kata sagði, við gætum alveg verið 100 fleiri í vinnu hérna, þannig að innleiðing atvinnustefnunnar hefur ekki verið eins hratt og við hefðum kosið. Þannig að það margt sem við getum gert betur þar, en samningar sem sagt jökulgangur og ísjallaferðir á suðursvæði þjóðgarðsins var fyrsta skrefið sem við tókum í innleiðingu atvinnustefnunnar hjá okkur. Og við héldum svo áfram með hana með því að bjóða út rekstur veitingavagna við Jökulsárlón og þetta að reynast okkur rosalega vel, þetta bara lærdómsferli sem ég held að við getum öll verið sammála að bara allir læri af, en núna vona ég að þetta fari að ganga aðeins hraðar hjá okkur. En svona helstu punktarnir úr þessari atvinnustefnu og það kannski fyrsti punkturinn sem mikilvægastur hjá okkur og það sem sagt að það bara lykilatriði samkvæmt þessari atvinnustefnu að það óheimilt að reka atvinnutengda starfsemi í þjóðgarðinum án samnings slíka starfsemi við Vatnajökulsþjóðgarð. Við sjáum öll að þetta gríðarlega mikil vinna, við viljum gera þetta vel, við viljum ekki bara hlaupa til og setja samninga á fyrirtæki án þess að vera búin að skoða alla vinkla sem tengjast þessu, þannig að við höfum ekki verið að flýta okkur mikið en þetta alltaf uppleið hjá okkur núna. Svo í atvinnustefnunni koma fram líka svona almenn skilyrði atvinnutengda starfsemi innan þjóðgarðsins og hvað fyrirtæki þurfa að uppfylla, en svo það stjórn þjóðgarðsins sem hefur svo frumkvæði að því að skilgreina starfsemina og hvort að það séu takmörkuð gæði eða ekki, en það að atvinnustarfsemi byggja á takmörkuð gæðum svolítið lykilþáttur það hvort við getum hreinlega bara auglýst og fengi fólk til þess að sækja leyfi eða hvort það þurfa að bjóða út. En það var sem sagt ferðaþjónustan sem svolítið kallaði eftir þessu hjá okkur og það var þess sem að suðursvæði og ísjallaferðirnar voru svolítið prófsteinninn. Það var mikið ákall frá ferðaþjónustuaðilum þar að þjóðgarðurinn myndi stíga inn í þá starfsemi og setja einhverja línur og koma að aðgangsstýringu og dreifingu gesta. En það ekki bara atvinnustefnan sem mikilvæg hjá okkur heldur líka lög númer 100/2021 sem voru samþykkt bara svona rétt fyrir sumarfrí og ég ekki viss að það hafi svona verið meðvitund margra, en það lög á nýtingu á landi í eigu ríkisins í atvinnuskyni. Og þau lög setja okkur líka ramma það hvernig við innleiðum atvinnustefnuna og framfylgjum henni. Þannig að þar eru kveðið á til mismunandi tegundir samninga sem við getum gert og hvort það sé sérleyfissamningur, nýtingarsamningur eða eitthvað þannig. Eins og ég sagði, það ýmislegt að tefja okkur og það til dæmis bara skortur á starfsfólki og líka skortur á gögnum. Við þurfum að vita meira gestin okkar og þá sem að nýta, bæði fyrirtækin og lesufólki, hvenær finnst gestunum okkar vera bara komið nóg af gestum, hvenær finnst lesumönnum sem starfa á svæðinu vera komið nóg af fyrirtækjum og gestum, hvað finnst heimafólki, hvað finnst heimafólki allt þetta, alla þessa ferðamenn og alla þessa þjónustu í túnfætinum hjá þeim. Þau gögn vantar okkur sárlega. Og svo bara áætlun uppbyggingu. Við getum verið sammála það að Jökulsárlón ekki beint okkar stærsta príði í þjóðgarðinum, en þar bara vantar til dæmis bara alla áætlun uppbyggingu svæðisins. En það eitthvað sem við verum líka að vinna í núna. Og mér langaði líka bara áður en ég aðeins held áfram með tengslin við AMG, þá langaði mér bara að sýna ykkur nokkrar tölur ísjallana hjá okkur núna. Að í október og fram í desember þá þetta svona svipar tölur í fyrra eða 21 og 22 43.000 gestir að koma í ísjalla á suðursvæði þjóðgarðsins og núna fyrir áramótin voru það 93% þeirra sem fóru á Breiðamerkurjökul og þar fóru 79% í austanverðan Breiðamerkurjökul. Þannig við getum alveg ímyndað okkur álagið sem að ferðaþjónustan og gestirnir okkar að valda á þjóðgarðinum. Það eitthvað sem við verðum líka að hafa í huga að það okkar fyrsta markmið að vernda. En þetta eru ekki allar tölurnar því að
fyrirtækin eru misduglega að skila inn tölum. En þegar kemur að samningum þá náttúrulega viljum við, eins og Hanna Katrín sagði, við viljum ekki loka, við viljum frekar auka fagmennskuna í þessari grein á svæðinu okkar og þess vegna erum við í góðu samtali við AMG og við gerum þær kröfur að leiðsögumenn sem starfa hjá fyrirtækjum sem fá samning ísildarferðir Jökulgöngur að þeir hafi lokið menntun á vegum AMG eða sambærilegri menntun erlendis frá. AMG er náttúrulega eina svona menntunin sem boðin upp á hérlendis þannig að flestir eru með þá menntun og ég get bara fullyrt það að eftir að við settum þennan samning, byrjum árið 2019, þá hefur menntunarstig leiðsögumanna í Ísafjarðar- og Jökulferðum á suðursvæði þjóðgarðsins aukist gríðarlega mikið. Það er orðin bara ákveðin, þetta er bara góður stimpill og við sjáum það að leiðsögumennir vilja ná sér í þessa menntun og vilja vera sínu fyrirtæki og sjálfu sér bara til sóma á svæðinu. Þannig að við erum bara, 2 mínútur eftir, alveg búin. Þannig að við notum gæðavið með vakans, við gerum ekki skilyrði að fyrirtæki sé í vakanum, en við notum gæðavið með vakans meðal annars hvað varðar menntun og fræðslu og útbúnað annað. Þannig að það er mjög gott. Og svo bara okkur AMG, það er bara, við erum með svo svipuð markmið. Það er bara, markmið þjóðgarðsins er að gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru og sögu svæðisins. Og það gerum við ekki með því að loka, það gerum við með því að krefjast þessa menntunarstig þeirra sem eru að fara með gestina á svæði sé þannig að þeir geti tekið meðvitaða ákvörðun það hvað er öruggt og hvað er ekki og þess vegna er samstarf okkar við AMG bara gríðarlega mikilvægt. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta. Og þá er komið að síðasta erindi hér í dag og það er hún Íris frá Félagi ferðaleiðsögumanna sem ætlar að eiga loka orðin svona fyrir fyrirspurnir. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Gaman að sjá ykkur öll og mörg. Íris heiti ég bý í Öræfum í Svínafelli undir Öræfajökli og er þar af leiðandi frekar viðloðin jöklaferðamennskuna og fjöllin. Já. Ég ætla að fara aðeins yfir það með ykkur hvernig við hjá AMG sjáum framtíð fjallaleiðsagnar á Íslandi fyrir okkur. Ef við byrjum á jöklaleiðsögninni, þá eru jöklagöngur orðnar hluti af ferðalögum margra ferðamanna sem ferðast Suðurland. Eins og Róbert kom inn á, höfum við 10 ára reynslu af þjálfun jöklaleiðsögufólks og hefur á þessum tíma tekist að straumlínulaga þessa þjálfun mjög vel og hún stendur á mjög góðum stað í dag. Vatnajökulsþjóðgarður, eins og Steinunn kom inn á, þá krefja þau fyrirtæki sem hafa atvinnuleyfi inn í þjóðgarðinum að starfsfólk þessara fyrirtækja hafi að lokið þjálfun hjá okkur. Og þar sem að stærstur hluti jöklaleiðsagnar fer fram innan Vatnajökulsþjóðgarðs er þetta virkilega mikilvægt skref í auknu öryggi og gæðum jöklaferða. Ég starfa sem kennari, ég glemdi að taka það fram, ég starfa sem kennari í fjallamennskunámi FAS og nemendur hjá okkur taka líka námskeið AMG, jökla og fjallaleiðsögn og það má segja að það sé svona fyrsta skrefið hjá AMG til þess að koma menntun jökla, fjalla og skilleiðsögumanna inn í menntakerfi landsins. En þrátt fyrir að Vatnajökulsþjóðgarður krefur fyrirtæki að starfsfólk hafi lokið þessum tilskildu réttindum í jökulaleiðsögn til að geta starfað á jöklum þjóðgarðsins fylgja ekki öll fyrirtæki þessum reglum. Það vantar upp á eftirlit landvarða með starfsemi á jöklunum til þess að þessi markmið öryggi og gæði í jökulaleiðsögn náist. Svo eru þetta jöklar, eða í rauninni bara aðalega einn jökull sem er ekki innan Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem að fer fram skipulögð jökulaleiðsögn og það er Sólheimajökull og þar gilda engar reglur hvaða menntun leiðsögumenn þurfa að hafa.
Við sjáum fyrir okkur að í framtíðinni viljum við að allir jökulleiðsögumenn sem starfa á skriðjöklum hafi lokið jökulleiðsöguþjálfun AMG. Þetta myndi bara auka gæði og öryggi í ferðum til muna. Eins þykir okkur mikilvægt að ferðaþjónustan í heild sinni stuðli að heilsustörfum í jökulleiðsögn og þessi störf séu líka aðlaðandi fyrir heimafólk og fjölskyldufólk. En svo það framtíð skriðjökla, hún svona frekar óljós. Með áframhaldandi loftslagsbreytingum sjáum við fram á að jöklar Íslands munu hopa mikið og jafnvel hverfa á þessari öld. Og meðan því stendur horfum við fram á síbreytilegt landslag og krefjandi aðstæður sem auka á þörf þess að jökulleiðsögumenn landsins séu vel þjálfaðir og starfi við greinina í lengri tíma. Og það mjög mikilvægt. Þarna. Þá það fjallgönguleiðsögnin. Hún fer að stærstum hluta fram á hæstu fjöllum landsins, Þauruhulin jökli og því mikilvægt að leiðsögumenn hafi hlotið viðeigandi þjálfun og hafi mikla reynslu af ferðum í slíku landslagi. Þessar ferðir fara yfirleitt fram á vorin og sumrin og það allra veður af von og langt í aðstoð og því mikilvægt, virkilega mikilvægt, að leiðsögumenn séu færir í allan sjó. Margir leiðsögumenn sem starfa í ferðum á hæstu fjöll landsins hafa lokið þjálfun AMG en aðrir hafa hlotið litla sem enga formlega þjálfun. Ég starfa sjálf með björgunarsveitinni Kára í Öræfum og við erum kölluð út á svona það bil á hverju ári til þess að aðstoða fólk upp eða niður af Hvannadalshnjúk. Og auðvitað geta slysin gerst hjá öllum, en það hefur alveg borið á því á síðustu árum að bjarganir hafa verið hjá leiðsögumönnum sem hafa ekki hlotið þjálfun hjá AMG eða sambærilega þjálfun. Við erum mjög spennt fyrir því að Vatnajökulsþjóðgarður innleiði atvinnustefnuna sína upp á hájöklana og þar með gerð krafa að allir leiðsögumenn sem leiðsögja á Tinda á Vatnajökli hafi þjálfun frá AMG eða alþjóðlega þjálfun. Og líklega gæti þá þjóðgarðurinn Snæfellsjökull líka gert sambærilega kröfur á ferðir á Snæfellsjökull. Svo það grunnveðina við gerð fjallaskála á Sandfelli við Öræfajökul. Hún hefur verið sett á stað og okkur hjá AMG þykir þetta brýnt málefni sem við munum styðja við og taka þátt í. En bæði mun fjallaskálinn bæta öryggi á fjallinu en hann mun einnig breyta og bæta ferðamennsku á svæðinu og bjóða upp á stóraukin tækifæri í ferðamennsku. Skíðaleiðsögnin á Íslandi mjög fjölbreytt. Á Íslandi starfa alþjóðlega vottaðir fjallaleiðsögumenn og skíðaleiðsögumenn menntaðir utan úr heimi. En engar kröfur eru gerðar menntum skíðaleiðsögufólks aðrar en þær sem fyrirtækin setja sér sjálf. Og því starfa líka margir við greinina sem ekki hafa hlotið viðeigandi þjálfun. Skíðaleiðsögn skemmtileg en í senn flókin og krefst mikillar þjálfunar til að geta lesið rétt í aðstæður og forðast slys. Hér fer allt fram á miklum hraða og slysin geta orðið hræðileg. Og það í rauninni það sem við óttumst að muni gerast í náinni framtíð. Skíðaleiðsögn fer einnig fram á hájöklum en það ekki síður mikilvægt að leiðsögumenn hafi flotið viðeigandi þjálfun þar sem iðulega skíða niður af til dæmis Öræfajökli línulaust og að því að mörgu að huga til að tryggja öryggi viðskiptavina. Eins og Róbert kom inn á þá hefur AMG byggt upp skíðaleiðsöguþjálfun í 3 hlutum. Það var ég. Og í framtíðinni viljum við sjá að allir sem starfa við skíðaleiðsögn hafi fengið þjálfun AMG eða hlotið sambærilega eða meiri hlut þjálfun erlendis. Meginþorri fjalla- og skíðaleiðsögnar fer fram á 2 svæðum á landinu, við Öræfajökul og á Tröllaskaga og á þessum svæðum mikilvægt að byggja upp heilsustörf sem hvetja fleiri til að færa búsetu sína á svæðin. Já, þá þetta alveg að koma hjá mér. Hérna sjáum við skjáskot af heimasíðun okkar. Við teljum í rauninni að mikilvægast sem við getum gert í dag að fá fleiri í lið með okkur og þar með almenning. Okkur langar að
hefja eins konar herferð þar sem við leggjum áherslu á að almenningur sé meðvitaður hve mikilvægt það að ferðast með leiðsögumönnum á fjöllum sem hafa viðeigandi menntun, þjálfun og reynslu. Og á heimasíðu okkar má sjá lista yfir leiðsögumenn sem hafa lokið þjálfun hjá AMG og þannig hægt að fletta því upp hvort leiðsögumaðurinn þinn hafi réttindi til að leiðsega á fjöll og jökla. Þannig að við erum bara amg.is og það er hægt að finna félagatal og þar sjáum við þarna virka félaga. Og svona til að taka þetta rétt saman í lokin, þá þykir okkur hjá AMG mikilvægt að leiðsögumenn sem starfa á fjöllum og jöklum á Íslandi hafi viðeigandi menntun, hvort sem hún er fengin hér á landi eða erlendis. Okkur þykir mikilvægt að störf við jökla, fjalla og skíðaleiðsögn séu þannig að það sé hægt að starfa við fagið á heilsársgrundvelli og að fólk starfi við fagið í áraraðir. Mennt er máttur, það er það allra mikilvægast sem við getum gert núna og þá þakka ég bara kærlega fyrir mig. Takk. Já, kæra þakki fyrir þetta Íris og ég þakka öllum málshefjendum hér fyrir ávörpin í dag og fyrir að hafa haldið svona góða tímaramma erindi sín. Það var létt verk að stýra þessu. Hann Flóki Ásgeirsson þurfti því miður að fara og mæta annað. En nú eftir þessi erindi þá er opið fyrir fyrirspurnir, bæði hérðan úr sal og eins ef að fólk vil setja fyrirspurnir inn á streymið. Ég vona að við höfum svarað nokkrum spurningum hér í dag en einhverjar hafa vaknað. Mér sýnist þarna að vera hönd á lofti. Er eitthvað komið í streyminu, Halldór? Ein, já. Ég ætla að byrja hérna út í sal. Ég ætla að biðja spyrjendur að kynna sig og hverjum spurningin beinist að. Gjörðu svo Börkur. Takk fyrir Snorri. Börkur heiti ég, Rolfsson og er menntaður leiðsögumaður, ég vil taka það skýrt fram, í samræmi við staðal menntun leiðsögumanna og hópstjóra sem var gefin út í Brussel væntanlega 2008, samþykktur af Íslandi 2008 en hefur aldrei tekið gildi. Og það sem ég ætla að segja hér ég ætla að kasta fram hugmyndum til ykkar allra af gefinna ástæðu. Það ég og fleiri gerðum meðan hún Sif Friðleifsdóttir var ráðherra ferðamála hugmyndir það að það ekki starfsleyfisskylt að vera fararstjóri með hópa í skipulagðri ferðalandið. Það að segja að það yrðu þá væntanlega menntaðir leiðsögumenn með þessa hópa frá menntastofnunum viðurkenndum af ríkinu og þess vegna Brussel eða hvernig sem í samræmi við þessa staðla sem eru og í samræmi við tryggingafélögin. Ég vissum ef að þau kæmu að þessu að þá kæmist þetta í gegn. Við höfum talað hér jökla en það hefur ekkert verið talað til dæmis jeppaferðir til dæmis. Af hverju engin skylda eða krafa frá ferðabransan almennt að þeir sem að keyra jeppa við erfiðustu aðstæður á Íslandi og þar hafa orðið slys. Ég þekki það bara vel, ég hef verið í þessum hópi lengi. Það engin krafa það. Þar getur verið einhver mállaus útlendingur að keyra eitthvað svæði sem að þekkir ekki frekar en einhver Kínverji sem aldrei hefur komið til landsins. Og við vorum einnig með þá hugmynd á sín tíma að landverðir í þjóðgörðum landsins að þeir fengju svona meira vald, gerðir meira áberandi að í staðinn fyrir eitthvað langt orð í felulitum á bakinu þar sem stendur landvörður
yrði bara sett skært að Rangers og eitthvað svona merki sem gerði það dálítið svona löggulega og þeir bara hefðu meiri völd heldur en þeir hafa núna. Fólk segir þeim bara hoppa upp í afturendan á sér og gerir bara það sem hann vill. Það tekur engin mark á þessu liði. Og það virðast vera lítil menntun eða metnaður hjá miklu af þessu liði til þess hreinlega að gera eitthvað annað en taka á móti launum. Þetta er svona hugmyndi sem að ég hef verið með og fleiri að gera okkur sem að störfum við þetta leiðbeina fólki, hvað ég segja, meira gildandi. Það séu ekki einhver jólasveinar eins og ég bara sá síðast í gær með hópa á stað þar sem hafa verið mörg banaslys, Reynisfjöru, ég var að keyra þar í gær og ég sá hennar sama mann, útlending, með engin réttindi, með 8 manna hóp. Fyrir það fyrsta, þá fór hann með hann niður í fjöru og þau voru að láta öldurnar elta sig. Svo labbaði hann við Skógafoss, eiginlega alveg inn í úðan, yfir lokunarmerkið sem þar og spottan. Og hefði sjálfsagt verið í hópi þessara 100 manna sem einhver sá hérna, þvælast þar í gær. Þessi maður, hann að fara með ferðamannalandið með enga menntun eða þekkingu og hann sjálfst alveg sama og ég veit ekki hvort hann hefur réttindi, ég reyndar efast það. Takk fyrir. Takk fyrir Börkur, fyrir þörf orð og sterk á köflum. Það kom svo sem engin bein spurning fram, en þetta eru þá kannski hugmyndir sem að mætti taka fyrir á næstu málstofum. Það er kom hérna ein fyrirspurn á þræðinum. Það varðan reyndar hann Flóka Ásgeirs sem að þurfti því miður að fara. Það er fyrirspurn varðandi hvort að landeigendur geti takmarkað vélknúna umferð lönd sín. Eins og ég segi, því miður Flóki farinn og ég treysti mér ekki til þess að svara því svo vel sé. En hér er komin hönd á loft, það er hún Lovísa og hún er væntanlega með fyrirspurn. Já, ég heiti Lovísa Birgisdóttir, leiðsögumaður, lærði hjá Snorra, mjög góðu kennari og bara ég með eiginlega líka tillögu til Safe Travel. Þessi lokun á Skógafossi, það hefur minnkað í ánni því það hefur frosið svo, þannig að það er 1,5 metr sem ekki spotti. Þar fara þeir. Það er ekki lokað þar. Nei, bara þú veist að því að þú varst að nefna þetta. Já, líka, ok. Já, en það er líka allir með svo Goðafossi, þar kemur band þarna upp yfir og svo stoppar á stígnum þar og þar fer fólki niður það sem er bannað að fara. Þetta er svona, það var svona kannski að tekka á svona hlutum aðeins svona hvernig þetta er sett upp. Takk fyrir þessa ábendingu, Lovísa. Ég sá hérna hönd á lofti og ég bið kynningu og hver er spurður? Ég heiti Brynhildur og mér langar svo til þess að kanna hvort að einhver hérna getur lýst ferlinu þegar að núna var tekin ákvörðun að loka upp á Kirkjufellið. Sem sagt á hvaða forsendum og hvernig svona sú vinna var unnin og hvort að það er eitthvað sem að við eigum vona að sjá víðar. Er einhver sem getur tekið þennan bolta? Það er kannski best að ég svari því hérna sem starfsmaður Ferðamálastofu og við komum reyndar að þessum málum á Kirkjufelli sem eru í vinnslu en það má segja sem sagt að þar hafi verið svona í lagalegum skilningi gripið til ákveðinna örþrifaráða og svo ákvörðun tekin að loka svæðinu af landeigendum og vissulega hafa borist
athugasemdir við því. Það er vitað að það er á gráu svæði en í ljósi aðstæðna og vegna fjölda atvika þar síðustu árin þá tóku landeigendur þá ákvörðun og það var ekkert hægt að fetta fingur út í það og þeir, en í framhaldinu var stofnaður sem samráðshópur sem er í vinnu núna og þar stendur til að koma á einhvers konar regluverki og betra samráði varðandi það hvernig koma megi í veg fyrir slys á Kirkjufelli með einhverjum ráðum. Það kann að vera einhverjir sakni hér í dag sjónarmiða landeigenda en það var tekin svo ákvörðun að á þessari fyrstu málstofu myndi sem sagt ekki vera teknir landeigendur frá einstökum stöðum til þess að einfaldlega að fá almenna umfjöllun öryggismálin, en það kann að verða á síðari stigum. Ég sé hérna hönd á lofti. Já, Sólveig Dagmar heiti ég og fararstjóri eða leiðsögumaður eins og þetta heitir á íslensku. Já, ég hef verið að skoða núna sem sagt skemmtiferðaskipin. Það eru 270 skemmtiferðaskip að koma til landsins og ég hef kynnt mér örlítið slysavarnir borð og lög borð og löggæslu borð og hvernig þetta fer allt fram hérna og umhverfisvarnir, varnir varðandi mengun frá skipunum og eins bara lögreglu borð í skipunum á því að innan landhelgi sem sagt þá í rauninni er engin lögregla. Þannig að í rauninni það er hægt að kynna sér þetta á netinu, ég er búin að senda þetta á 4 staði, SAF, Umhverfisstofnun og fleiri, hvar lögreglan ætlar að vera borð í öllum þessum 270 skipum sem eru lögleysa algjör sem kemur að höfnunum okkar og er því miður með lög frá Panama borð en ekki okkar lög. Og síðan eru sem sagt, eftir að hafa verið í 2 suðurstrandaferðum núna á föstudaginn og sunnudaginn, þá sá ég Skógafoss. Ég sé ekki betur en að slysavarnir séu algjörlega í lamasleysi þar og ég sé að Reynisfjara það er búið að leysa það, en það er ekki búið að leysa Skógafoss. Þannig að ég legg áherslu á það hjá lögreglunni á Suðurlandi og fleirum sem eiga þar þátt að koma að því að það verði leyst, af því ég sá ekki betur en minn hópur fór ekki yfir línuna. Þar liggur eitt skilti til hliðar lengst til hægri og eins og Lovísa var að tala líka og fleiri, við sjáum þetta ske alla daga og fólk í stór hættu og það er ekkert gert og það er talað hver á að taka við þessu, hver á að sjá þetta, landeigendur, ríkið, hver á að sjá þetta. Þannig að ég myndi gjarna vilja að þetta væri eitt af því sem myndi skilast inn í framtíðina að leysa þetta verkefni áður en slysin verða við Skógafoss, af því að þar liggja heilu stóru klappirnar af ísklumpum fyrir ofan og fólk undir þessu og stendur við ísklumpana þar líka. Þannig ég vil endilega að lögreglan fá að heyra aðeins frá okkur sem erum þarna á staðnum að leysa þetta vandamál. Þannig að Reynisfjara er orðin ok, það er búið að leysa þar, en það er ekki búið að leysa neitt við Skógafoss. Þannig að gangi ykkur vel með þetta og eins með skemmtiferðaskipin. Hversu margir eru hrifnir af því að fá 270 skemmtiferðaskip hérna til Reykjavíkur? Má ég sjá hendur? Bara loft. Ég er ekki hrifin af því, þannig að ég ætla bara að minna á þetta. Takk fyrir þetta. Hér eru hendur á lofti. Gjörðu svo vel. Já, takk. Ég heiti Haukur Eggertsson og hef svo sem ýmsa hatta. Ég er sem sagt stjórnarmaður í SAFút, Samtökum útvistarfélaga, og svo sem Alveg, já. Nú, og björgunarsveitarmaður og í svæðisráði í Vatnajökulsþjóðgarði. Nú, Samút voru stofnuð í kringum almannaréttinn
og hvernig hægt að halda utan réttindi íslenskra ferðamanna og í rauninni þá allra ferðamanna til þess að ferðast landið sitt. Og almennt erum við lítið hrifnir af lögguvæðingu hálendisins. En við gerum okkur grein fyrir því að það eru hættur á ferðamannastöðum en á sama tíma komum við úr náttúrulega þessari hagsmunabaráttu að berjast fyrir almenningsréttinum og þessi sorglegi atburður þegar síðustu náttúruverndarlög voru samþykkt þegar í meðferð þingsins eftir að allar athugasemdir voru komu þá ákvað þingið að taka út heimildir landeigenda til þess að banna för óræktað land að þurfa að þjóna einhverjum vitrænu tilgangi eins og nytjum eða verndun. Í staðinn var þetta skilið eftir og í rauninni hryggjastykkið úr almannaréttinum nánast tekið í burtu. En hvað það? Við viðurkennum í rauninni ekki bann við göngum á Kirkjufell. Bara á þeim grundvelli að það ekki lagaheimild fyrir því. Hvað þýðir það? Þýðir það að við, hvað snýst málið? Við erum öll sammála hvað við viljum fá. Og þetta er eins með Reynisfjöruna og við getum kallað þetta eins með til dæmis takmarkanir á börnum við gosstöðvarnar. Að helgar tilgangur er meðalið. Og við höfum ekki gleyma því að við erum með náttúrulega bara stjórnsýslulög á Íslandi, bara meðalhófsreglan. Og við erum öll sammála það að illa búið fólk sem veit ekki hvað að gera á ekki að fara í vondu veðri og með börn upp á Kirkjufell. Gott og vel. Hvað með velbúið fólk sem veit hvað að gera í góðu veðri þó það sé vetur? Er forsenda fyrir því að banna, meðalhófið segir, við megum ekki ganga lengra en það þarf. Við vitum alveg hvað við viljum. Við viljum banna, stoppa illa búið fólk frá því að gera eitthvað sem það ræður ekki við. En við verðum að hafa einhvers konar rétta mörskvastærð. Og auðvelda leiðin er að, til þess að koma í veg fyrir að einhver algjöri kjánar á Sandölum í íslensku vetrarverði dragi börnin sín upp á gosstöðunum, þá leysum við það með, ég ætla að halda því fram, algjöri málamyndar ástæðu sem er einhvers konar, eitthvað sem lautað að gosefnum og mengun, en samt voru enga takmörkunir á því að astmasjúklingar eða einhverjir sem voru með viðkvæmur öndunarsjúkdóma væri að fara upp. Altså, það sem að máli snýst er að ferðaþjónusta, eða almannavarnir eða fleira þurfa að huga því að nota ekki lötu ástæðuna, að lata aðferðin er að banna allt. Hitt er miklu erfiðara að greina á milli þeirra sem eiga erindi og þeirra sem eiga ekki erindi. En bara almenn lög á Íslandi og venjur og áherslu samtaka útvistarfélaga á það að það verði að gera þetta. Það má ekki takmarka rétt allra til að gera það sem okkur er skemmtilegt bara vegna þess að sumir illabúnir gera stundum sumt. Og þetta er grunnbaráttumál hjá samtökum útvistarfélaga og það verður gaman að heyra og meðan þess ekki sinnt að þá munum við vera með vesen en við skiljum alveg af hverju við viljum ekki fá illa búið fólk upp á Kirkjufell í hálku og rigningu. Takk fyrir þetta. Það er greinilega þörf á fleiri málstofum þessi mál. Vissulega vitum við það að það ríkir hér lagaóvissa og túlkunaróvissa varðandi einmitt þessi mál sem var komið inn á og það kannski fylgst að þörf á fleiri málstofum til þess að taka sérstaklega á þeim þætti. En hér er ein fyrirspurn úr sal. Já, komið sæl, ég heiti Róbert Marshall og er fjallgönguleiðsögumaður
Mér fannst það vera mjög augljóst af máli Flóka að þessi lokun á Kirkjufellinu bara, hún stenst ekki í skoðun og það ekki heimild fyrir henni. Ég sat nú reyndar í umhverfis- og samgöngunefnd frá 2013 til 2016 og átti þátt í því að gera þennan texta kláran og það alveg rétt að það voru gerðar breytingar í þinginu sem að takmarkuðu almannarétt og bættu því miður á heimildir landeigenda til lokana og þessi lög væru auðvitað miklu betri ef ég hefði fengið að ráða þeim sjálfur. En ég hins vegar ánægður með þau að því leytinu til að þarna lögfest þessi bæði meginregla að náttúran skuli njóta vafans og auðvitað almannarétturinn ennþá til staðar þarna og hann meginregla og trompar ansi margt. Og það auðvitað eitthvað sem við þurfum að halda mjög vel til haga. Ég held að, og ég með smá kannski spurningu til forystu félagsfjallaleiðsögumanna, út af því að það augljóst mál að það ekki hægt með lögum að banna fólki að taka vondar ákvarðanir. Og þar sem að fólk, þar verða slys. Og það auðvitað ástæðan fyrir því að við erum með háa slysatíðni í Esjunni og ástæðan fyrir því að margir hafa dáið á Mont Blanc það aðgengilegt fjall og þangað fara gríðarlega margir. Og ég held að lykillinn í þessu sé fyrst og síðast auðvitað fræðsla og upplýsing. Og í mínum huga það augljóst að það þarf að upplýsa ferðamenn það að afleiðingar falls til dæmis á fjöllum eins og Kirkjufellinu og í Esjunni eru mjög oft dauði. Og það þarf að upplýsa fólk það að afleiðingar þess þegar hlutir fara úrskeiðis í Reynisfjöru eru mjög oft dauði. Og ég held að það þurfi líka að vera gegnumgangandi alltaf átak í gangi sem að fræðir almenning og ferðamenn þá staðreynd að það nauðsynlegt í vissum tilfellum á ákveðnum stöðum að vera með menntaðan leiðsögumann. Og þetta held ég að sé svolítið lykilatriði og þetta vil ég beina til þeirra sem hafa verið hér í forystu fyrir fjallaleiðsögumenn. Bara hvað verið að gera til þess að koma þessum sjónarmiðum á framfæri til bæði sveitarstjórnarmanna, landeigenda, ferðamanna og almennings. Helga Mareit ég, formaður Íslenskra fjallaleiðsögumanna. Hvað erum við að gera í þessu? Eins og Íris benti á, þá svona á teikniborðinu hjá okkur að fara í svona hálfgerða herferð þar sem við ætlum svona vekja bæði almenning og yfirvaldið svona hjálpa þeim að opna augun fyrir því að leiðsögumar ekki alltaf sama leiðsögumar og reynsla og þekking ekki alls staðar til staðar. Bara svona líka bara til að benda á þá erum við 10 ára gamalt félag sem hefur unnið allt í sjálfboðavinnu. Þannig að svona tíminn og klukkutímanir eru allir ókeypis og við erum að gefa þessa vinnu. Þannig að það enginn í fullu starfi við þetta og en vonandi svona í framtíðinni. Það hefur verið svona ýmislegt alltaf á dagskrá hjá okkur og fyrsta að reyna að koma þessu, koma menntunarkerfinu okkar á hreint og koma reyna svo að vekja menntastofnanir og kennslustofnanir, opna augu þeirra fyrir þessu kerfi að þetta sé í boði. Og í rauninni fyrsta skrefi var það að við mættum á fund með Ferðamálastofu núna og báðum bara svona einhvern vettvang fyrir það að við getum svona aðeins bara sýnt okkur og sagt fyrir hvað við stöndum og hvað við erum að gera. Þannig að þetta svona eiginlega fyrsta skrefið í þessu. En auðvitað, við viljum sjá fullt af breytingum og helst viljum við bara allir leiðsögumenn sem eru að leysa í svona aðstæðum séu með menntun frá AMG. Takk fyrir þetta Helga og hún Hanna Kata frá Vatnajökulsþjóðgarði, hún vil bæta aðeins við þetta og síðan erum við með loka fyrirspurn hérna úr sal. Takk. Mér langar bara aðeins að koma í rauninni í kjölfar þeirra fjögurra sem hafa talað Sólveig, Lovísa, Haukur og Róbert. Mér finnst það svona hægt að gera grófa greiningu á þessu og ég reyndar ekki viss að við séum alveg að sjá fyrir að allir ferðamenn á Íslandi verði með leiðsögumann. Ég held að sé eitthvað í það. En ég held að lykillinn að því að tala þetta tungumál
við ferðamenn. Það er ekki einfalt eins og Haukur sagði, það er miklu auðveldara að loka. En svarið við þessu er ég alveg vissum að er aukin landvarsla. Það virkar ekki að tala eitt tungumál í þjóðgarði og svo kannski við Skógafoss eða ég ætla ekki að nefna neitt eitt stað. Það er bara ekkert að frétta. Það er mögulega hjá einhverju landeiganda einhver eldgöful merking sem er löngu orðin úrelt. Hvað gerir ferðamaður þegar kemur á næsta stað? Það er bara stórefla landvarslu og það er ekki að binda hana eingöngu við friðlýst svæði. Takk fyrir þetta, Hanna Kata. Og hér er síðan loka fyrirspurn úr sal, því miður höfum við ekki tíma fyrir fleiri. Já, Óskar Kristjánsson heiti ég, menntaður leiðsögumaður og formaður félag ökuleiðsögumanna. Ég vil byrja á að þakka aðstandendum þessara málþings fyrir alveg frábæra stund og mjög athyglisverð ávarp. Ég er með fyrirspurn til fulltrúa félags fjarlaleiðsögumanna. Meðan á þessum málþingi hefur staðið þá hefur rifjast upp fyrir mig samtal sem ég átti við leiðsögumann sem var með 39 manns upp á Langjökli. Það sem að lýsti fyrir mér að það var enginn í hópnu sem trúði að myndi lifa það af. Ég held stundum að við gleymum þessum hversu mikið dauðans alvara er á bakvið þessar ákvarðanir þegar ákveð á að loka. En sko, ég vil beina þeirri fyrirspurn til fulltrúa félags fjarlaleiðsögumanna hvort að það sé ekki áríðandi að við vinnum að því að það verði útbúin einhvers konar löggilding fyrir fjarlaleiðsögumann. Vegna þess að við þurfum líka ekki að læra bara af slysunum, við þurfum að læra af næstum slysunum sem norðmenn eru mjög duglegir við í sínum slysarannsóknum. En mín fyrirspurn er afskaplega einföld, hafið þið einhverja áætlun það eða viljið þið vinna að og viljið þið fá stuðningi þeirri áætlun frá öðrum félagsamtökum leiðsögumanna? Þá er alveg örugt að við erum með. Það er Garðar hjá AMG sem svarar. Herri, já, ég þakka fyrir þessa fyrirspurn. Auðvitað finnst okkur að svona lögvending eins og finnst ekki á mörgum stöðum samt. Það er bara í Ölpunum sem er lögvending á fjarlaleiðsögn. Annars staðar er það ekki. Við hefum mest verið að einbeita okkur að stærsta verkefninu sem er menntun. En að lögvendingu hort þá er svona, hvað maður að segja, umræðan í þjóðfélaginu ekki beint, lögvendinga í hag lögvendinga, en við myndum sjá klálega kost við það. En við sjáum okkur sem hins vegar mikinn kost við það sem Vatnajökulsþjóðgarður eru að gera og það er svona næst því að vera lögvendun sem að ég get séð og við sjáum okkur mikinn kost af því. En við munum klálega reyna okkar að taka þátt í þeirri umræðu. En þess að segja, okkar helsti grundvöllur er menntun og þjálfun leiðsögumanna. Róbert er fyrir hönd tækninefndar AMG. Fyrir 2 árum sóttum við styrk úr menntasjóð og það var settast að vinna til að reyna að búa til opinbera námskrá félagsins sem að myndi í rauninu uppfylla félagið og markmiðið var að reyna að fá námskrána viðurkennda af hinu opinbera og þá félagasamtökin sem viðurkenndan kennslu aðila samkvæmt menntalögum eða hvaða lög það sem eru. Sú vinna komst ekki áfram, það skorti fjármagn og við fengum ekki úthlutað úr sjóðnum. Þannig að þetta var sýnin þá, hvað gerist inn í framtíðinni. Það er rosalega mikil vinna að verða viðurkennd menntastofnun og ekki á færi allra. En ef að það á að gerast, þá þarf að koma til fjármagn. Takk fyrir. Já, kæra þakki fyrir þetta og það er gott að heyra að það kvikna strax miklar umræður þau mál sem að hafa borið hér á góma. Það var einhverjum spurningum svarað og aðrar vöknuðu greinilega og lærdómurinn er fyrst og fremst kannski sá að það er full þörf á fleiri málstofum þetta efni. Mér langar til að þakka ykkur kærlega fyrir komuna hérna, samstarfið við félag fjarlaleiðsögumanna og þeir sem að fylgdust með í streymi. Við segjum þetta gott í dag. Takk fyrir.